You got yourself. Yeah. Got yourself. Við erum komnir live, Já. strákar. En það vantar eitt gaur í myndina. Það ekki? Það sé þetta bara vitlaust. Ljóta kött að kallinu. Vandar einn myndalega. Þarna er hann og King Kane á hliðunum. Þetta er þetta flott. Ég ætlaði bara svona aðeins að sjá hvernig þetta lítur út hjá okkur. Velkomnir í þessa útsendingu þúsundir manna sem að hafa sendt á mig hvar útsendingin er. Ég veit ekki að hverju er að tala við fólk sem er að spyrja hvar útsendingin er. En sko, það komin á Karan.is, það komin á samfélagsmiðla, það komin á bónusspjallið. Það komin á bónusspjallið óritskoðað meira að segja. Þetta er að báðar, nefnilega. Já. Ég tók eftir því. Þannig að, já. Þannig að hérna, Nýtt. já. Þannig að, þú veist, þetta átti nú ekki að fara framhjá þessum die hard fans. Nei, þú reyndið þetta allra besta. Allt sem kannski gert. Einmitt. Hérna, við erum hérna hvað, viku eftir að Grindavík tryggði sér titilinn, manni. Já, af hverju erum við núna hérna? Við erum hérna til þess að víja þetta stúdíó. Já, Korfbóltalega. það líka. Við ætlum ekki koma inn á samt þáttir sem við tókum upp sem að Sem að glataðist. 2 hours of pain. fólk getur fagnað því í dag. Fá seinbúna körfuboltaumfjöllun. Já, ég meina það er ekkert, það hérna, Það reykið hefur fallið. það er mjög lítið um að vera í íþróttaheiminum í dag, það má segja það, er það ekki? Vestan fallnir, Já, þeir eru fallnir og... Mínir menn björguðu sér. það mikið með það og samrækist þér. Já, takk. Ert þú búinn að hafa náðugt síðan þið lönduðu titlinum? Já, fyrir utan höggið ég eitti hérna 2 tímum daginn og svo eru þrír miðaldra kallar minna blaður á YouTube og Silent. Það var helvits högg. Það var þetta mjög vandræðalegt þegar ég byrjaði að horfa á þetta og sá okkur því líka þrota mennina, bara all in eitthvað að hlæja og hafa gaman. Svo ekki símtal daginn eftir mati, ég bara svo, hvað nú, Eiríkstífun. Það er ekkert hljóð á þættinum, ég bara frábært. Sko, við fáum góðan gest eftir smá. Við erum örglega ekki live ef við þekkið rétt. Erum við ekki live, Einar? Jú. Sko, það eru nokkur atriði. Við ætlum að gefa 1000 evrur í þessum þætti. Já. Við ætlum að gefa 10 aðilum sem að senda Run and Gun message á Instagram. Eitthvað skemmtilegt, eitthvað, þú veist, drulla yfir einhvern eða eitthvað. Eitthvað slúður. Eitthvað slúður, þeir sem Já, koma með djúdeli. Já, gerum það. Ég svaka 10 slúðurkall. bestu hérna, slúðurinn sem ég fæ á Run and Gun á Instagram. Já, ég ætla bara að velja þá og ég ætla bara að velja þá með 100 evrum hver. Vá. Er það ekki bara verðugt? Jú. Okay. Ég vil taka fram, það þarf ekki að vera satt. Það er bara slúður. Já. En það er betra ef það er satt. Já, það þarf að vera svona gott slúð, það á ekki að vera eitthvað svona Tryggvi Hlínarsson að fara í Akureyri. Bara svona, þetta þarf að make a smá sense. Já. Herru, eins og ég segi, við fáum gerst hérna eftir smá. Það sem að mun leiða hann hérna inn er svona smá uppgjör á já, bara þessum eina leik sem að við svona krufðum í svona 2 klukkutíma hérna daginn. Sko, Góðar ég man ekki hvað ég sagði. nei, en bara svona förum aftur í tíman hérna cirka viku. Hvenær var þessi leikur aftur? Þriðjudegi. Já. Það ekki. Á mándi. Það var mánudegi, þetta eru 8 dagar síðan. Ok. Sko, ég mæti þarna inn og eins og allir muna þá eru Kane og Óli Óla í joggingala 4500 leik, þeir eru ekki á leikskýrslu, Mortensen er meiddur Og maður heyrði það hvíslaði mynd allan daginn en einhvern veginn enginn var að trúa þessu. Nei, og það sem að við gerum hérna allir sem eru fjárfestar, við tæmum okkur á Tindastól sigur með meir en 5, með meir en 10 og ég horfði þarna á Grindavíkurliðið einhvern veginn og bara svona, ok, þeir líti ekki út fyrir að hafa einhver trú á þessu. Svona, allir einhvern veginn svona, eins og ég sagði daginn, bara, sko, við höfum allir verið í einhverjum körfuboltaliðum á einhverju leveli, bara eitthvað út HSK-mót eða eitthvað á móti Árborg. Og þú veist, það eru 2 raðir og það eru allir bara eitthvað svona, ok, þú veist, það er vesen, sko, það er engin trú, það er engin stemning á honum. Mér leið þannig, sko. Kannski var það ekkert þannig. Þú ætla varst á staðnum. Þannig að þú skynjar þetta huglega best. Ég skynjaði þetta þannig. Þú getur spurt svo sem gestur okkar. Já, við getum kannski bara sko, greipið þetta og boðið Íslandsmeistarana Ragga Braga bara í settið hérna til að taka sæti mitt
og farið yfir þetta og ég ætla bara svona halla mér bara svona yfir og vera með svona Það þjappa eitthvað. og það er bara allt í lagi því að flestir munu Ég er alveg þjappa maður. Hann var sett alveg hlið. því að flestir Þetta er munu alveg rammi hérna, sko. þetta er bara geggjað Raggi, við bara svona byrjum að óska til hamingju þú sýndir nú hausinn að þér í mynd Innilega til hamingju með heiðilinn. Þakka sérstaklega frá þér. Já. Ó, takk. þú sagðir þetta Ekki fáinu eitthvað skakkur eða? Þú ert bara eitthvað skakkur Já, þetta. kannski. Eða svo er kannski einhver skakkur að horfa heima. þú sagðir það í viðtali að þú sagði Daniel Mortensen að þú ætlaðir að fá þér danska fánun á hausinn ef þið myndi vinna þetta Já, stóðst þið það? ég stóð við það. En það var ekkert annað ekkert að gera í þessari stemningu. Nei. Ég er búin að vinna titil. Hver er alltaf að klippa þetta á þig? Bara konan, sko. Allt saman? Já, svo er frekar þreytt á þessu reyndar. Ok, talandi konuna þína, ég verð að spyrja þig að þessu. Ok. Nú er ég svona smeykur. Já, þetta er bara eitthvað sem ég var búinn að mana mig, hversu, þegiðu Einar. Þú erum setjum Einar á silent núna. Nei, það sem ég ætlaði að spyrja þig að er sko, tengdapabbi þinn, Já, hann var náttúrulega rekinn frá Tindastóli í fyrra. já. Er þetta ekki, þú veist, þetta er bara vita allir. Mm. Var smá ekstra sætt að vinna þetta svona og mæta svo heim til Benna og þú veist, henda þig framann í hann að þú, veist hvað ég meina? Já, ég sagði ykkur viðtala þarna að þetta veri ekstra ljúft af ýmsum ástæðum. Mm. Og ég veit ekki alveg að þetta var Eina þeim. ein af þeim. Já, djúvill sá ég gegnum þetta. Já. Ég vissi það. Þú vildir ekki segja það. Eitthvað stingur ekkert svona í baki og maður reyna að bakka hann upp eitthvað með henn. Já. Já. Þannig að, Við fórum svo sem líka yfir það í hérna þættinu sem aldrei spilaðir. Hvað þetta er, stingur svolítið í stúf svona sem við getum komið meira en eftir. En við förum, eins og þú fórst yfir, að ég fyrir að tapa benni í úrslitum í Oddarleik fyrir Hilmari Smára, fyrir Ægi, Já. fyrir Orra, Chase. og Bjarnar Guðmanni, því að hann var middur á Rompley í Oddarleiknum. Hlinur, sixth man. Hlynur 7. maður. Þetta er alveg lið, svona hópur landsliðsmenn, skilurðu. Nú er ekki að eitthvað taka af Grindavík í sér leik, en hópurinn sem að byrjaði leikinn þar er ekki alveg kannski í umtali á sama stað og þessi landsliðshópur. Og Arnar Guðjóns tapar hann í leik 4 á heimavelli. Og hann bara situr sér fastast í sínu stól og hérna haggast virðist ekkert haggast þar, sko. Nei. Fæði sér bara niður með hafnaverðinum og hérna nokkra kalda, sko. Það er það sem til. Hlær alla leið í bankan. Já. En sko, út frá því hérna sem við vorum að tala um áður en þú komst inn, Raggi, ég meina, sensaði ég þetta vittlust í stól þarna í síkinu? Eða voruð þið bara, þú veist, þið eru alveg búin að fara yfir þetta, þú veist, bara annar hver leikmaður hjá okkur fór í eitthvað hetjuviðtal þarna eftir leik. En þú veist, ég samt ekkert að kaupa þetta sé bara eitthvað svona. Það voru allir bara eitthvað, hei, við getum bara unnið þetta, vinnum þetta bara, þú veist. já, þú veist, okkur leið samt. Þannig, sko. Já. Þó séu öll að segja eftir á. Varst alltaf bara að vera að vinna leika eða? Bara ég er að fara að lista titlinn minn í kvöld. Nei, þetta var bara svona, Bara pungurinn á borðið. ég held að bara, maður fann meira fyrir að þetta var ekki leikur 4 í finals. Það fara svona, við erum underdogs, við ætlum að fara að spila körfu og Já, sjá hvað gerir, sko. Það sem var er svona- eiginlega besta mindsetur. Já, minna stress, bara svona, shit, við þurfum að vinna, Já, það er bikarinn er þarna. Án þeirra þá var þetta meira bara svona, látum vaða að sjá hvað gerir, sko. já. Það var líka ekki baka upp við vegg, þannig sé skilur. Við vissum alltaf að voru að fara heim og okkur svona. Ef að þið myndi tapa skilur. Já, Við höfðum svolítið svona fritt Ég spil. get lofað ykkur því að svona hlusta á viðtölu Jóa og Helga. Þeir hendi þessum leik, sko. Þeir ætla að henda honum og þarna vinna svo bara í Grindavík Oddarleik. Svo allt í einu eru við bara konið 10 stigum yfir. Það er ok. Rætum þetta aðeins lengra og bara Ætla það. þá var alltaf trúin sterkari og sterkari og svo þægilt að vinnast fá strax bara 12 stiga fórskot. Hversu mikið, þú veist, út frá þessu sko, hversu mikið smitaði þetta sjó sem að Pargo setti aðalega upp náttúrulega bara í fyrr, þú veist, hann var geggjaður í leiknum og allt það, en fyrsti leiklutin var náttúrulega bara sjó. já, já. En hversu mikið smitaði það bara hina? Það bara lætur okkur líða vel. Það er bara hannig. Leifum sjá hann dætt í gang og þetta er jafn leikur og við með fórustu, þá byrja okkur líða vel og þá bara auðvitað að spila körfu. Hvernig gæi er þetta? Mjög bara skemmtilegur. Það er engin svona, ég spila NBA, Euroleague, hróki í honum, sko. Er hann ekki með svona NBA-sögur eða? Nei, ég ekki heyrt þar alltaf. Jú, kannski úr einhverjum
svona spilasögur með peninga og svona, en Já, hann menn svoleiðis, að spila fyrir herru upp en við 5.000 kall að laugabakka, sko. En þegar þessi skipti fór í gegn Shabazz Parko, Já. hvað fannst þér á þeim tímpúndi? Kjaftaði. Er það? Já. Þú Ég var myndir bara halda með, Shabazz ha? Þú myndir halda bara Shabazz. Já, ég er bara með Parko sín í fyrra í huga, sko. Samú við. Og við vorum í fyrsta sæti með Khalil sem var ekki lélur í körfu, sko. Nei. Já, stígast Var er hann leiðilegur? Eða sáku, var það, það var bara körfuboltalegs eðlis skipting eða? Já, hann var ekki leiðilegur, ég held að það var ekki... Hver er leiðilegasti leikmaður sem þú spila með? Bara svona, versti svona liðsfélagi, erfiðasti. Helst íslenskur. No comment. Það má vera eitthvað sem að bara stoppa í þrjáleiki, sko. Það er um útletting. Bara Það er þetta útlettinga þeir heyri ekki. Marcus Brown sem kom til Þorlákshafnar. Já. Hann var bæði leiðilegur og lélur, hann er að... Hann var allan lélugur. Var það ekki pointari eða? Ég veit ekki hvað hann var. Þetta er Marcus Brown, hvað menn ekki eftir hún? Var hann ekki svona smá svona tvistur? Jú, Rákur Frank hann gein í staði fyrir hann. Héldum Hann stoppaði nú ekki lengi. Nei. Og hendi honum undir rútuna. Já. En með hennar leikana, Já. bara fórill. Við erum með Pargo og Jordan Sample á móti Basile og Badmus. Ég veit ekki hvora vinningi þar. Við skoðum við okkar, við erum vinningi þar. Já. Svo eru þeir með Drungilas. Ok, hann matsa kannski... Mótið þér. Já, ég skal gefa honum það, rétt svo sleppur. En svo var ég bara, og hvað svo? Já. Já. Jú, við erum með 2 útlet... Meinar ég á þeim þá eða? Já. Alltaf gekk svo bara sko skugginu sjálfur sér allar þessa seríu sko. Ertu þá að meina að En það er líka því þið gjörsanlega lestu honum sko. Já, Breki bara... Gjörsanlega lestu Ertu þá að meina að það sé kannski ekki svona einhverja sem þeir svona ræðist? Nei, þetta var bara- Rulluspilararnir ykkar ræðast ekki rulluspilararna þeirra? Alls ekki. Einmitt. Ég Þannig skil. að það gerði þetta ennþá auðvitað að fara inn að leik. Þannig sé sko. Einmitt. Sögulega sé kannski, Sigtryggur Júin, ég skil samt alveg að þið er ekkert eitthvað að smekja hann, hvað þá eftir þessa seríu sko. Við erum að detta einhver fleiri hug sko. Sko það sem að ég rantaði alveg frekar, maður var miklu æstari fyrir viku síðan. Maður var ennþá bara reiður eftir uppleggið og allt saman hjá Mögulega stólunum. hún jafnaði líka á fjárhagstapinu sem þú tókst. Mögulega búin að vanda allt tilbaka á Premier League helgina. Nei, sko, ég pirraði mig ógeðslega mikið á því að þeir hafi ekki byrjað að tvöfalda Pargo fyrir að vera komið 21 stig. Þeir voru með, og aftur með fulli virðingu fyrir Júlíus Orra, þeir voru með Júlíus Orra á honum 25 mínútur af 38 í þessum leik. Þeir eru með Basile sem er frábæra pressa. Svo segir ykkur Arnar eitthvað að reyna að pönkast í honum sem hann bara eitthvað svona slóað. Taivo Badmus er frábær svona langur, þú veist. Hann fór nú eiginlega bara aldrei á hann. Hann fór pínulítið á hann hér og þar. Og þú veist, ég var að pirra mig á því fyrir viku síðan, beint eftir leik, bara svona þjálfarateymi Tindastóls sér það bara klukkutíma í leik að þeir eru ekki með. Og bara svona af hverju er ekki bara bestu gaurarnir settir á hann strax, af hverju er hann ekki doppultímaður strax. Þannig að þú veist, kom það ykkur ekki svona smá óvart hvað hann fekk að leika kannski líka bara lausum hala og þið þurftuð ekkert strax að Arnór Tristan fór svo að koma á móti boltanum og taka hann upp og svona og þú eitthvað og svona. Sempul líka tók hann svolítið upp. Já, það var svolítið planið. Þú veist, þetta varð ekkert óþægilegt eitthvað, það komu 2 sprettir hjá Tindastóll sem var eitthvað svona óþægilegt þegar menn sem að kannski elska ekkert að drippluðu svolítið mikið. Já. Og Pargo var bara, þú veist, þvílíkt yfirdekkaður og tvídekkaður. Ég held að rækja þeir sem að setja hann í gólfið og fá törnum Ég meina, þú elskar ekkert að drippla upp völlum. Nei. En það er ekkert leyndamál. Þeir reynda pressan. En þeir Já, voru í tvöfaldar. Já, nei, það fór ekki aðeins setna líka. En Pingu lítið sko. Drungilas hetsa hann náttúrulega bara upp á skrínunum hanga til hann losa hann. Já. Og við vissum það að Jordan myndi hætta að rúla allalega á körn heldur bara á vítalínuna þá væru við yfir tölu eftir það sko. Já, það var annað sem að, maður sá. Og bara hvað Jordan Sample fekk svona pocket pass á vítapunktinn og stóð þar og gæti sko valið úr öllum heimsins möguleikum. Bara eitthvað þú í horninu, Kristoffer Breki að kötta og bara frekar svona hægt meira að segja. Og Rósa Sempul, við höfum svolítið gagnrýnt fyrir ákveðnatöku. En þarna var hann að Í þessum leik var hann velja geggjaður mjög að fá vel. hann þarna, en svo sem var líka Góðar aukasetningar út og... Það er ekki bara nákvæmlega þetta line-up, þú veist, með Pargo, Sempul og ykkur þrjá, þú veist, hlutverkin eru svo rosalega skýr, er það ekki? Það er bara Pargo með boltan og þið bara slæðum fyrir utan
Svo fer hann í pick and roll Já. og við þurfum bara að passa okkur, hreyfa okkur svo þið geti ekki bara stæð og hjálpað, sko. Mér fullir, þetta er samt líka skýr hlutverk, en þetta er líka samt svona fyrirsjáanlegt og maður er bara eitthvað smá með Tindastól, bara svona, ok, það er komið þriðileikluti, ætlið þið virkilega ekki ennþá að Já, og mér fannst gera eitthvað, bara fara í box 1 á hann eða eitthvað. Mér fannst galnast að hvað þeir spilu, sko mér fannst Ragnar Ágúst spila langastu vörðinu á hann, því hann var svona eini sem var nógu stór og gæti getið þessi bömpan sem hann geði ykkur í, skilur þessi NBA bömp, svona aðeins öxlina og búið sér til pláss til að setja jumpurinn. Mér fannst Raggi eini sem gæti getið það eitthvað. Ég veit svo sem ekki hvort ég hef eitthvað talað það ykkur milli, hvort þið voru að reyna að fá eitthvað switch á okkur sérstaklega góðra eða eitthvað, sko. Í leiklífum með annað, eða fyrirleik. En mér fannst Raggi dekkan langbest af öllum sem góðrum, sko. Það er náttúrulega tveir aðna sem við vildum reyna að switchanda, sem ég held að flesti vitur svona hverjir voru, sérstaklega Dalí Dolen kom inn á. Já. Það var bara að setja hann í öll. Það er önnur bara. Það fór ekki fram hjá neinum, sko. En þú veist, á móti þá segir ég líka, sko, með Kannski það Pétur var reyna, setja hann í Pargó. Það ég ætla að segja, sko, á sama tíma þá var, sko, Pargó ekkert settur í það að spila vörn hinum megin, sko. Hann gerði allt sóknarlega, 39 ára, eins og búið að tala endalaust hvað hann er gamall og svona, og hann dekkaði alltaf lélegasta manninn í hinuliðinu og stóði svona hálfgerði svæðisvörn einhvern veginn úr horninu sem hann var að dekka, og svo var Basíl eða whoever bara eitthvað að fá Drungilas í pick og pop og Pargó bara hvíldi sig í vörn allan helvítis leikinn. Komust heldur vel upp með það að geta falið hann bara svona á kvildan, sko. Já, það var líka þegar Nökkvi til dæmis komin inn á, hann endaði einhvern veginn með Drungilas í einhverju skiptivörn. Basíl gaf ekki á Drungilas. Nei, ja. Staðan verið að Drungilas hljópar út aftur og skipti bara nýtt, sko. Raggi blokkaði Drungilas í þessum leik. Manstu því? Nei. Hann var að tjekka þið niður. En máli bara með Tindastól, Strippaði hann, já. Tindastól bara gat ekki stoppa Grindavík allan leikinn. Að meðan Grindavík náði svona í lokin svona lykil stoppum þegar áþurfti. Meðan það er svona munurinn. En hvað var svona, fannst þér hjá þér, hvað var það til þess að þú tókst bara svona uppeyju Já, djöðlastu oft bara eitthvað sultur slagur yfir sísonið. í framistuðu season versus playoffs, bara kveiknaði á þig bara í playoffs eða, fannstu bara, nú er komin í gýr og nú sitja allt í gangi, eða fórstu bara hittir nokkuð skotum í röð aftur eitt leik og bara kveiknaði í þér, eða? Það fekk bara Mortesi meiðist og fekk maður bara fleiri mínútur, sko. Já. Og með því kom bara fleiri mínútur, fleiri skot og Meira sjálfstraust og sápakki, sko. Ertu ekki svona þú erum 32 ára sem þú sagði mér áðan sem var alveg sjokkrandi, ég held þú verið 28 það var enda á skrýtnar og selta með bleikt hár og þú komin yfir 30 sko það sem ég ætla að segja er hvað var ég að tala um? Hvað hann var í gamall? Þú slóst út með að móka með það? Nei, ég ætla að segja 32 ára ertu komin bara þangað að þú veist 50 leikur á útivelli gegn Hetti kveikir ekki í þér eða? Kveikir það í einhverjum? Nei, þú skilur hvað ég meina bara, þú veist, Nei. ertu að bíða eftir playoffs þar sem að það eru meiri stemning og fleiri áhorfendur. Ég man að Brynja Björns talaði um þetta og þetta setur ógeðslega mikið í mér því að ég skil þetta svo vel hjá einhverjum sem er búinn að vera að fara í fjaralegu úrslit alltaf. 15 sinnum, skilur, 10 sinnum. Þú veist, eða 15 ár þar að segja. Já, og Sigtryggur Arnar sagði þetta líka í einhverju viðtali, skilur bara auðvitað, þú veist, er þessi deildarleikur á móti Stjörnunni, mann er hlakka til, þú veist, við erum búin að spila á móti, þú veist, Haukum, Hetti og Blikum síðustu 3 vikur og maður bara er ekkert eitthvað að missa svefni yfir því, sko. En þetta helst alveg, þú veist, að við áhörundur líka náttúrulega, skilur. Já. Eins og deildarleikir. En þú veist, ert þú þar sem leikmaður, skilur, og bara svona skitta með, þú veist, bara þitt hlutverk, ertu spenntari, þú veist, bara svona, já. Nei, ég er ekki komin að hans stað, sko. Sérstaklega ekki í vetur. Ég ætlaði náttúrulega bara komin að það að hætta í körfu. Já. Svo ákveð að fara til Grindavíkur og það var bara komin þangað með þessu lið. Þá var ég allavega spenntur fyrir hvern einasta leik, sko. Og líka skítur betur á þessu tímabili heldur en, þú veist, á regular season, sko, og svo náttúrulega bara fyrir þetta 45% í playoffs. Já. Heldur en síðustu 2 tímabil. Já. Veistu af hverju það er? Af hverju droppaður eftir Þorlákshöfn-tímabili? Var ekki bara dífa bara með Þorlákshöfn bara yfir höfuð bara. Já. En ég skal viðurkenna veit að ég gagnrýndi Ragga oft í vetur og því að bara, mér finnst ég hef rétt að því að Raggi hefur verið í kringum allandsliðið, verið Íslandsmeistari og fengið til Keflavík bara sem leikmaður og mér finnst hann ofta ekki líta á ringinu sinni þegar hann spilaði.
og ég fengi einhver skilabóð frá grindvíkingum svona, ætla ekki að fara að éta þennan sokk. Já. Það var sokkurinn ég sá ekki fyrir að Raggi myndi breyta sér í Prime Klay Thompson í playoffs. Það var það bara sokkur sem ég þvílíkt sáttur Klay Thompson. með að éta og ég er þvílíkt þakkláttur fyrir að þú hefði stíið svona upp að því að Grindavík hefði ekki orðið Íslandsmeistari nema þú hefði gert það. Og mér fannst að kjarna playoffsið var á móti Tindastól. Þú fékkst 2 opna þrist í 4. Klikkaðir á þeim þegar Tindastól var að narti í Grindavík, fékkstu 3. Og þá var bara þessi verður og detta. Þetta er svolítið örgulega erfitt skot að taka. Þú tókst punginn, smeltur á borðið og sagði kjamsi á þessum væni og neldir honum. Og það er skot sem varða detta sko. Og meðan þetta skot bara kjarna playoffsið hjá þér. Þannig ég er ekkert eðlilega, það er bara takk frá mér. Mér finnst líka sko, fyndið að tala fólk eru tuða við gagnrýni og eitthvað svona skilur. Náttúrulega þegar að vera gagnrýni leikmenn þá er það því að einhverjum finnst hann eigi að vera að gera betur og vera betri. Já. Ef það er ekki að vera að tala um hann, þá er hann ekki relevant, sko. Við erum með annað dæmi, það gaggrindi engin Unnstein allt sísón, sko. Nei, ég er að segja það. Það bara bjóst enginn við því að hann fengi að spila neitt, Nei. skilur við. Hvernig gæði er hann? Unnsteinn, Já. Lemon félagi minn. Bara toppgaur, sko. Saga á baka þetta. Já, ég Þú ætlar ekki að koma með það. kalla Lemon peran núna. Hvað er það? Toppgaur, sko. Sko, ég menn, Hann var svona óvænti leikmaður úrslitakeppninnar í raun, skilur, svona já, kom bara upp úr einhver þannig síðan. hann hefur aldrei spilað í úrvarstild, bara... Þegar mann er þetta komið inn og ég myndi ekki eftir því, hann hafði sett 20 stig í síðast deltaleiknum eða eitthvað. Já, en ég meina þetta er fyrsta sísonið hans í úrvarstild, held ég. Hann var eitthvað í útlöndum og þar á undan var hann í Álftanes í fyrstu deild, held ég. Já. Hann bara mætti einhvern veginn og bara alveg óhræddur og lit vaða. Hann svo sem talaði um einhverju viðtali þarna, að að Pargo og Kane hefði verið peppan og svolítið talað fyrir því að hann fengi spila kannski jafnvel og eitthvað svoleiðis, sko. En ég hef meiri áhuga á öðrum leikmönnum hann í þessu liði heldur en Unnsteini með allri minni virðingu. Já, ég sko, svo líka. ég er með svona, við erum aðeins búin að ræða Pargo. Ég er með 30 spurningar. Já, sko, annars minni ég líka þá sem að komi hérna aðeins og seint á skjáin að ég er standandi að því að mér er illt í hnénu, ekki að því að við hefum ekki fleiri stóla. Og heitt, sko, við ætlum að gefa 10 áhorfendum 100 eurur á EpicBet. Þið þurfum bara að senda Instagram skilaboð á Run & Gun með eitthvað gott slúður og við veljum bestu fréttirnar og verðlaunum ykkur. Sko, ég hef ég bara með Jordan Semple. Já. Ok, sko, að því að hann var ekki vinsæll í KR og hann var ekki vinsæll í IR og það er alveg bara svona vægast sagt og þú þekkir alveg marga í Breiðholti, ég veit það alveg, skilur við. Og í kringum það lið og bara í því liði. Sama með KR hjá mér allavega. Og svo fer hann til Þorlákshafnar og Styrmir kemur í eitthvað viðtal, segir hann sig guðskjöf og eitthvað og ég er bara svona, really? Með það sem ég var búin að heyra, er hann guðskjöf? Ég svona, kaupið það ekki alveg, þú veist. En ég meina, og ég man að ég sagði það í vetur þegar að, þú veist, það kom inn að DeAndre Kane og svo farið Jordan Semple með honum og það var líka sögur af Shabazz Njarðvík að hann væri smá svona, þú veist, hugsaði svolítið sig og svona. Ég var bara svona, þetta verður eitthvað stórslis. Bara að bæta Jordan Semple þarna inn, eins og hann er, eins og sögurnar af honum eru. En svo finnst mér hann bara einhvern veginn í vetur, þú veist, hann tók nokkur einhver svona, lét henda sér út og eitthvað svona, en það var ekkert eitthvað, gagnvart liðsfélögum endilega, þú veist, hvernig gæi er þetta? Fýtt gaur. Já, er ekki smá tuðari? Jú, hann lætur stundum eitthvað finna fyrir sem að ekkert skilið, sko, og tekur sínar eigin ákvarðanir. Já. En það er bara eins og hann er, sko. Þetta er bara... Já. Þetta er ekki bara sem í DeAndre Kane, þú veist að sumt sem fólk sér og er bara hvað er í gangi en þú veist, svo er hann geggjaður í körfu, sko. Og hann er ekki það erfiður og leiðilegur og hann vil ekki hafa hann. Nei, hann er betri í körfu en hann getur verið erfiður. Já, það er alltaf. Getur verið, en í vetur var hann bara mjög ljúfur sem lamb, sko. Heldur að það hafi áhrif á hann að það sé svona stór karakter eins og Kane í liðinu? Hann bara svona kemst kannski ekki upp með mikið taut og tuð og kannski hann komst með í Breiðholti eða eitthvað. Pargo er líka alveg með gott presens og feril sem hann getur bakkað allt sitt upp með, sko. Já, það sem er mikilvægast að fyrir hann, hafa eitthvað sem er stærri en hann, sko. Þá getur hann bara einbytt sér að spila bara körfubolta. Já. Ekki vera eitthvað
kannski andlegur leiðtogi eða eitthvað hannig. Já, kannski ekki til þess fallin Nei, endilega. eins og var tekin inn í KR til að Vera. Vera skilur. gæinn, skilur við, já. Það var, Er alltaf stemning í hópnum yfir allt tímabilið? Skilur, var þetta ógeðslega erfitt á einhverju tímapunkti, Nei. á einhverju uppgjöfu eða eitthvað svoleiðis? Ekki Nei, það var bara heldig góð stemning. Var ekki svona Allt alveg, þreyta eins og rétt fyrir áramót, þegar þið svona rétt svo vinnið Ármann, þið rétt svo vinnið Skaga, minni mig á Bösser eða eitthvað Já, svona. en eftir áramót. Það var eftir það fyrir, ég man ekki hvort það var. Já, þess ekki þreita svona... Kannski bara menn að býða eftir að koma í Þau hefur alltaf trú á þessu. þjálfari liðsins líka Já, þurfti að fara frá aðeins. Já, Þú veist, það hlýtur að hafa áhrif. Já, Jói fór náttúrulega á þóriði smá leyfi. En ég held sem það grillaði einstaklingarnir á milli að það var alltaf stuð og stemning, sko. Já. Hver er skemmtilegastur? Þetta er... Á sínum degi er Kane skemmtilegur, Ok. en Unnsteinn og Nökkvi eru helviti fleipnaðurinn á milli, sko. Þínu menn. Ég þekki nökkva Það er mjög aðeins. gaman Hann aðeins. er algjör meistari. Hann er algjör meistari. Eru þeir með svona kjarna íslenska klefastemmingu eða? Já, við vorum að fela arbættina sem Mínum Unnsteins menn. og... Það er nefnilega drullu mikilvægt. Þú veist, þegar komið útlendingar sem eru, þú veist, bestir og háværastir og eitthvað svona allavega inn á vellinum, að vera með svona meistara inn í klefa, sko. Já, Alexander Lokal meistara. Pílu, þegar hann mætti, það var alltaf gaman, sko. Hann var hættur eða ekki, svo Jú. kom hann aftur. Ég beð bara eftir að hann kemur inn á sótti völlin í titilinn, leik 4 sko. Þurfti ekki margir að fá Það það. var næstur það lítur eiginlega bara við. Hann átti að koma inn á okkur leik, svo var hann ekki á skýslu, það mætti svo seint. Herru, ég er með eina spurningu viðbútt. Ég er líka með þeim. Sko, Helgi Magn náttúrulega rak Jordan Semple og KR. Já. Hvernig voru þeirra endurfundir? Var það bara eitthvað svona, hey, sorry I fired you, þú bara passaði ekki í það liði núna, en hey, erum við ekki núna að fara að taka titil, eða? I got you, coach. Kannski vorum við búin að setla það árin ég kem. Ég mæti bara fyrsta æfingunum mína, Já. 1. október eða eitthvað. Þú náttúrulega ert, já, þú nefnir Þetta er reynsla hjá Ragga, já. Nei, ég nefndi ekki að taka Prísusson, Kallvalið Hamar, Grindavík, Ávæli Grindavík. Og hefði getað fallið úr fyrstu deild eða úr Ísland. Þú valdir rétt. Ég veist, þetta var bara annarkvort eða, sko. Þú valdir rétt. Já. Já, þetta var svona að fá Deandre Kane, sem er svona, krefendi, eða Dada Berg, sem er alvöru krefendi, sko. Alveg hrjöfandi. Hvernig var heimferðin frá? Til þess að þegar við erum meistarar 2012 að ég er í blackouti bara að fara á Suðustrandaveginn aftur til Grindavíkur, sko. En hvernig var að keyra frá Sauðakrók allir þessa leið? Voru menn ekki bara Og eyrunum þarna? Við vorum 4 en hefði mátt vera svona 7. Hún var mjög góð, sko, bara eina besta við heimferðina. Við fórum ekki á einni stóru rúti norður. Já. Við fórum á 3 9 manna bílum. Það hefði þurft að redda bara einni rútu heim. Já, þannig við fórum líka þá, þurftum alltaf að finna bílstjóra til að keyra okkur tilbaka, sem reddaðist. Og ég lendi bara í ógeðslega skemmtilegum bíl á leiðin tilbaka. Þannig minni ferð var allavega ógeðslega mikil stemning, sko. Hver gerði Var ekki óleit með sjúkarþjálfurum með eitthvað í Jú, sinni bróðum heim? sínum og... hver gerði ykkar bíl? Hörru, Sophie, kærastan hans Mortensen. Já, ok. Hún Er keyrði þau okkar bíl. kærustu bara? Nei, systir hans. Nei, kærst hans. Ég ætla að vona að það sé Sophie- ekki systir hans. Tryggves. Hún er í Keflæk. Já, Já, Grindavík í systir fyrra? hans kom samt í Grindavík í fyrra og hét Sophie. Já, hún er líka kærst hans. Sara, já. ég ok, hitti hann- betri saga að þau sé systir hans. Já, nei, við skulum bara slaufa fyrir þessu. Það er alltaf systir. Hérna, sko, hvað með þínu spurningu? Það er ekki með... Mín kemur bara út frá því að ég datt inn í Grindavík og þættina daginn annars sem ég kom inn á eftir mann. Og hvernig lítur út frá bara þeim upptökum. Ég hef sem aldrei verið eitthvað inn í klefa á Grindavík. En lítur út frá að Deandre Kane gjörsamlega hati Daniel Mortensen. Hversu mikið er til í því? Ef ekki með bara prósentu. Bara 0 held ég. Djúðlega, það er gæðið hans að 73% eitthvað svona. Og það hefur rétta svarið off-air, sko. Já, ég segir þetta bara svo núna, sko. Já. Ekki nefnum þetta eitthvað svona love-hate relationship sem ég Nei, svo getur sá vel ekki, sko. verið bara þessu saman sér aðan, þú veist, ef þú gagnrýnir eitthvað þá Nei, maður heyrir þetta líka hann eftir gera eitthvað meira, sko. leik 4. val og hvort þið voru að tala um að eitthvað aðrir. Hann gjör svolítið helli sér yfir hans, sko. Hann tek mér hann oft taka hann fyrir. Oftar en einu sem oftar en tvisvar. Já, hann hellir sig kannski meiri yfir mennina sem eru aðalmennir. Já, Og þú veist, það er miklu meiri kröfur á þá heldur en, já, sem er bara já, eðlilegt. en þó lætur okkar alveg heyra það, en Já.
þá frekar fer hann á þessa menn fyrst áður en að fyrir okkur, sko. Það er þetta fínt sko, ég var alveg með leikmann í Eindölu sem byrjaði alltaf að hella sig yfir 18 ára gauruna sko. Jeremy Smith eða? Hann var að hita sig upp. Nei, Jeremy fór alveg í Jose og Dion sérstaklega Já, sko. ég vissi hann fyrir alla en. Nei, það var annar, það var einn hávaxinn frá Litáen sem Já, elskaði að jarða þá sem voru undir 20 sko. Mauro Bertas. Bara fyrir sko hvernig brúsin er uppstiltur hliðin á bekknum sko. Hann á að vera þarna. Gigabætið. Hérna, eins svona Grindavíkur spurningi viðbót að við kannski bara svona förum og krefjum aðeins bara svona framtíðina. Sko, þú tekur titil með Lalla Jóns, Já. Þorlákshöfn. Já. Fyrsti og eini titill í Þorlákshafnar, held ég sé bara 150% vissum. Já. Sem var sturlaður titill. Annars væri Heisi Högg með 2 tattoo, skilur við. Já. Hann er bara með 1. Þú tekur hún að Grindavík hvað ára, 13 ára eða 14 ára eða eitthvað. 13. Já. Þetta var 3. titillinn þeirra. Þetta er samt svona, þetta er svona sögufrægari klúbbur bara varðandi titla og landsliðsmenn og eitthvað svona. En ég ætla ekki að tala um það. Ég langaði bara svona, ég hef ekkert alltaf talað vel um Jóa Ólafs sem þjálfara og bara, enda tala ég bara ekkert vel um marga skilur hér, þess vegna finnst mér gaman að vera hérna. En sko, eru þeir ekki mjög ólíkir þjálfarar og bara svona, og segðu mig bara svona aðeins frá Jóa sem að, þú veist, vissi nú ekki þegar við vorum að keppa mútið ykkur öðrum hvað ég héti í einhverju viðtali, þannig að ég svo sem þarf ekkert eitthvað að vera varkár í þessari umræði hérna. Leiðréttu mig ef að það er vitleysa að hann er ekki svo dýfsti þar kemur að einhverjum taktískum pælingum. Og berðu það saman, bara aðeins. Lalla og... Já, bara, þú veist, 2 þjálfar sem þú tókst titil með og bara svona, komdu bara með, þú veist, styrkleika og karaktera. Sko, já, Þór fannst mér, sem ég elskaði við sem gerðum þar, við vorum bara með ekki of margar hluti til að reyna að gera og urðum bara ógeðslega góður í því. Og mér fannst það svolítið vera svipað í vetur, sko. Við vorum ekkert endalaust að breyta varnir eða breyta sóknir og þannig að þessi 2 tímabil sem vinnum fyrst með það besta við það sem Lalli gerði það sísón og Jói þetta sísón, það var ekkert verið að horfa á Tindastól keppandi Stjörnunni vikun undan og segja, heyrðu, þetta er frábær vörn, við ætlum að prófa þetta. Við bara héldum okkar og reyndum að gera það bara upp á 110 sko. Og það sem ég fíla alltaf, ég fíla ekki þegar Það verður að flækja þetta. nei, degi fyrir leik bara, heyrðu, ég var að horfa á Stjörnuna skáta hérna, þeir gerðu geggja vel hérna á Hedsa, við ætlum að gera það. Það er svolítið nýja skólinn, það er svolítið ég og Ísak Víum og Þetta er ekki ástæðan að þú ert hérna bara Þeir sem fram elska og það, þeir eru að þjálfa. elska að vera með 2-3 mismunandi varnir tilbúnar fyrir næsta leik og lélegir í þeim öllum sko og enginn veit hvað er í gangi sko nema sjálfsögðu þjálfarinn. Hérna vil ég spyrja, vil ég eitthvað ræða þennan leik meira, þetta season? Það er, þú veist, örugglega fullt sem ekki spurt sko. Hvor titillinn, alltaf fyrst titillinn alltaf eiginlega sætastur, er það ekki það? Jú, hann var virkilega sætur. Já, þó að þessi sé náttúrulega líka sérstaklega þetta er svona smá uppsett og eitthvað sko. Já. Þannig séð, skilurðu, svona hvernig það spilast úr þessu, að vera án Óla og Kane allt í nýja leik og svo vinna bara titillinn í honum er náttúrulega mjög sætt líka. En ég á með eitthvað spurningu annars ég ætla að koma að. Já. Má ég koma einu ógeðslega ósangjarna spurningu? Úf, já. Gagnvart einu manni. Hefðu þið orðið meistarar hefði Mortensen ekki meðist? Hefðu við orðið meistarar? Já. Já. Hefðu þú spilað bólna? Já, mér fannst bara einhvern veginn, ég er ekki að dissa Mortensen, mér fannst bara ballansinn einhvern veginn verða réttur. Já. Bara grísum á Óla bara í fjarkanum. Já, grísum bara á einhvern betri ballans, fannst mér. Með þennan hóp sem var í gangi. Já. Þú veist, það svo Jordan var oft búinn á því bara til 5 mínútur sko. Það verið mjög gott að hafa Mortensen til að bakka þær mínútur í 5-una og Pirraði þið ekki þegar Sembúl var að biðja skiptingar þegar hann var þreyttur í óttaleiknum. Já, Nei, ég eftir leik 4. já, leik 4. Báðum. Jú, það er bara svona gaur áfranga sko. Það er bara, hvernig ef að setja inn á í 5-una? Ekki það, Drúgíla segður ekkert, þeir ekkert sendt inn á hvort þeir á blokkinu sko. Nei, og töluðu eitthvað það, eitthvað á milli, hvað þeir voru lélegir að gefa inn á hann eða? Og gerðu lítið að því, það var ógsloft sem hann var galopinn á rúllinu í svona 1 sekundu skilur, eins og þeir vanlega bara. Þeir voru ekki að grípa tækifærin að koma honum inn á hann og þegar þeir gerðu það, þá var hann að fá, jú, oft einhver mismest þannig séð á sig.
á póstunum og þið bara gerðu vel í að dekka það svo sem að hann er kannski mesti postplayerinn sko. Já, ég, En hérna, var eitthvað svona plan, skilurðu, voruð að leifa hann bara að rúla svo þau vildu og meira einbytta á að stoppa skotin og driplinu og dekka það fyrir utan, ekki hleypa þeim í gang þar eða? já, en þú veist, við vissum að Drungilas, mér finnst hann hættlust þegar hann hoppar, sko. Já, hann er Þið náttúrulega spiluðu saman. Sín, Já, og vinnu titil saman. svo ákveðum við að skipta í sumi máttu, ekki skipta á pick-and-rollinu og sumi máttu skipta. Já, Og við hefum ekkert áhyggjur af því, það var ekkert plan um að tvöfalda eða neitt þegar við Nei. myndum póstum, sko. já. Sérstaklega svo Pargo og svona menn sem eru nauðsterki, þá bara vera ykkur að góðu. Taka því bara eða kemur. Já, ef þeir eru að pósta upp í 40 mínútur Já, það vinna út af einhvern skiptivörn eða eitthvað, þá Það er að gera það, sko. Já. Hvað hérna finnst þér leiðilegt að Þorláksson hafi fallið? Eða er þetta drull? Eða varstu ánæður? Joke on you að sæna mig ekki? Já, basically. Já. Það var basically hann eitthvað hreinskilin, sko. Djúvill er ég ánægð með þetta svar. Þú veist, Bara náðu þið bara ekki saman eða þú veist? þeir hringdi í mig, segja alla söguna bara. Já, þeir okkur hringja liggur ekkert á sko. Og þeir hringja bara í mig seint og síðan mér. Ég er samningslaus og ég ætla ekki að vera að mæta á æfinga bara eins og 17 ára gaur og spyrja hvort ég mætti vera með. Svo hringja þær og tíman í lok ágúst er búin að sæna fyrstu þetta leikmenn bara í liði. Og ég sagði nei við þeim samning og það sögðu bara ekki söguna meir, sko. Ég sagði bara takk á gangi ykkur vel, sko. Eða takk og gangi ykkur illa. Já, þannig Ég segi bara eins og Tommy Steindór segi oft um mig, þegar einar dyr lokast og opnast aðrar. Nákvæmlega. Kom til greina að fara heim í Breiðholt? Núna? Nei, bara fyrir síðasta sísón, já. Nei. En núna? Ætlarðu að hérna explore your free agency? Finnst það ólíklegt, það er þetta leiðilega sem ég geri. Já. Það var eins og samningur eða ekki? Já, þetta var, Eða 1+1? Eða ertu samningsbundin? ég held það, já. Hann er ekki viss. Er þetta svarið spurningu á kannski? Já, nei, sko, fyrir tímabili sagði ég ef ég ætla að halda áfram, þá væri ég til að fara í lið til að sem ég get unnið. Já. Og svo kom Grindavík upp og svo þekkti nema alltaf Daniel Mortensen, Ólaðins og Jordan, þannig að fannst það no-brainer eða fannst það ekki no-brainer, ég var búin að segja nei við þá, sko, það hringdi í annarskipti eftir, stóðu svo vel á Glacial-mótinu. Þú ert búin að spila með mörgum í þessu liði. Mortensen, Sempúl, bara þeim tveim kannski. Já. Þannig að þetta var annarkvort að hætti þar en að vinna titil. Já. Ertu eitthvað að pælja að hætta núna? Vallagt titil? Ég sagði við fólk, það maður spura spurningu oft, ég ætla að leiða mér að vinna, Já. vera fullur, einu sinni tvisvar, vera þunnur, svo ætla ég að hugsa Af hverju bara einu sinni tvisvar? Eða þú veist, maður heyrir alltaf, þú veist, einhverju vinna titla, skilur bara eitthvað F.A. handbolti vann titil, þau voru bara eitthvað 20 daga straight fullir, sko. Það er handboltastíl. Hver að meðan aldrei í því liði? Aron Pálmarsson var gamall, þannig að... Já, svo var allir KR-titlarnir á sínum tíma, þeir tóku 5 pitið, það var alveg nokkra daga fyllir í, sko. Já. En nú ertu líka náttúrulega búin að vinna þær alltaf inn með þessari framistöðu að þú getur alltaf kosta bara regular season, sko. Og svo bara vera að bíða eftir hvað gerir þið play. Já, Við erum ekki að gefa nokkra hugmyndir, Thomas. Eða ég stóð mig allt og vel að þeir drulli ennþá við mig á næsta ári. Já, það fylgir Það þessu. getur vel við Já. En eins og ég freka til að tala um mig heldur en ekki, sko. Ég segi það. Það sé ekki alltaf sammálingu, sko. Nei, þá var þetta ekki skemmtilegt, sko. en þannig að hvernig er núna svona núna eftir þetta lokum við þessari Grindavíkur umræðu, fyrir með næstu umræðu. Hvernig þú veist, er núna bara eitthvað svona, ok, tökum Pargo út fyrir sviga. Ég heyrði að hann hafi bara farið heim daginn eftir eða 2 dögum seinna heim. Og hann er, þú veist, sagði alveg við talið bara svona, ég veit ekkert hvort ég haldi áfram, nú er hann að spila fyrir Gary Payton í 3 manna, hérna. Þá kæm hann bara í febrúar, sko, hann nennir ekkert Já, fyrir árunum, sko. En þú veist, tökum hann svolítið fyrir utan. Þú veist, eru menn bara eitthvað, þú veist, let's run it back, skilur. Eða eru bara eitthvað öllum illt allstar og bara Raggi Braga, Óli Óla ætla að sjá til og Mortensen er allstaðar illt og eitthvað svona. Og Kane náttúrulega líka. Ég held að stemningi sem meira í því að let turn it back, sko. Já. En svo veit ég ekki, kannski er stjórnin að tala saman núna og þeir eru Raggi, bless, Unnsteinn, bless, við ætlum að fá þennan og þennan inn. Við ætlum að fá En veistu Krista Páls og Styrmi í staðinn. Já, Verður Kane áfram, vistu það? Eða? ég veit það ekki. Ég hugsa að hann viti það sjálfur bara í september, sko. Bara svona, eða, þú veist, eða einhvern tíma. En mætir hann ekki En var það ekki eftir lokahóið fyrra á að króta? Jú, hann krótaði undir á lokahóinu í fyrra. Lokahóinu, sko. En það er náttúrulega ekki jafn aggressífur formaður núna. Nei. Er ekki komið nýr formaður? Jú.
Ég meina, Ingibergur bara kláraði hann bara síðast. Já, Sótti já. þennan titill. Já. Það kom í podcastum og þú sagði bara, hann er svona svolítið sjálfur tekið það ákvörðun. Eða ekki bara, sækir Einn hann ekki heima. svolítið þennan titil, strákar? Hann sækir Já, DeAndre með því að Kane. sækja DeAndre Kane, þá er verið að keira á þetta Hann aftur, ákveður skilurðu? bara að skipta út Shabazz og sækja Pargo aftur. Já. Já, já. Ok, okkur vantar hérna eitt gauð sem getur skotið. Kaupum bara Ragga Braga, hann er ennþá free agent. Ég veit ekki hvort að svo sem hann gerir það eða Jói, sko. Jói borgar ekki laun leikmanna, sko. Þegar Nei. Pargo var að spila þetta í fyrra, þú veist, hvað fannst stöðum að þá versus núna? Bara allt annað, sko. Það var allt annað, ekki? Já, ég spila reyndar á mótum bara fyrra fyrsta leiki sem hann kom hérna. Já. Þá gæti ég bara pressa um völlin, bara Einmitt. ekkert mál, sko. Fannst þér hann betra standi núna í ár og bara Það var í miklu betur Já, ég man ekki hvað eitthvað segja, það var ekki 10 kíló sem hann droppaði og hann var æfandi með alpólúr sitt til að tjekka held ég á. Hitað upp með svona sánabelti, Já, sem að Kane var svo með í leiknum. já, ég veit ekki alveg hvað. Maður bara, Smá leikþáttur. Já. eins og Matti kom inn á í þættinu sem að kom aldrei út. Svo gott að svona vitna í Ég bara, að því ég er að stela þínu kommenti, að það sem að satt alltaf eftir hjá manni með Pargo var á móti stjörnunni að ægir að pressa hann og gera hann lífi leitt og hvað hann jarða hann eiginlega sem ég skilur. En það náttúrulega, það kom aldrei til í ár að hann mætti ægi, það sem ægi var bæði meiddur og það mætti náttúrulega ekki stjörnunni heldur. Setur ykkur samt, sko, sem hefur náttúrulega pressa menn átti ekki breyki, sko. Nei, en það var bara eitthvað, bæði hann var náttúrulega haltur skilur og bara hann er ekki alveg eins sama level og ægir skilur í þessu, að geta djöflast alveg gjössalega í mönnum, sko. En finnst þér hann vera, er þetta besti leikmaður sem þú eft með, Pargo, eða? Hann er alltaf dröllu góður. Já, Águst, kannski besti ferill sem maður er eftir með, sko. já. Er hann bara rólegur á æfingum, þú veist, hann er búinn að spila á svona háu leveli, hann er pottjætt ekki að taka eitthvað mikið á því á æfingum. Jú, hann er Já, með það. úrið að reyna að brenna kalori. Nei, ég er að meina, þú veist, er hann að skjóta eins og titlingur á æfingum líka eða? Já, hann er bara æfingum eins og hann í leikjum, sko. Tekur sér skot líka þar, sko. Þetta er ekki svona, mæta bara vinna til að mæti vinna, sko. Herru, skiptum mynd núna bakvið, hérna, setjum Pargo-myndina í staðan fyrir Kane, fyrst að við vorum að klára hérna Pargo-umræður og hérna En ég með eina spurningu svo. þarna eru kókar. Tveir kóngar. Skýra þáttinn, spurt og svara með Steinar Arons. Já, sorry. Hvað með síðustu, svo förum við í eitthvað annað. Nei, þetta er að því að ég ætla að gefa Ragga smá bara frýtt spilin, að því hann kemur inn, hann er ekki alltaf sammála okkur, sko. Það er ekki oft sem að leikmenn og þjálfara geta mætt bara í stúdíu og drulla yfir okkur í beinni, að því að við erum heldur ekki oft í beinni. Þannig að hvað var svona sem að fá mest í töðunar eða var svona mest ósammála okkur í vetur af því sem þú heyrðir, sem þið dettur í hug. Svona bara láta okkur heyra það. Má ég fara á Spotify? Nei, það var ekki, ég man ekki eitthvað eitt komment, sko. Það hlýtur eitthvað eitt að hafa stöðið bara djúvill fávitar og þú bara slögt. Ég kom allavega með hérna, þú veist, bara hot takes, hluti sem er ekki að fara að gerast og nummer 1 var Grindavík aldrei að fara að vinna Íslandsmeistaratitillinn. Já, hann er vantilega ósammála því. Undirstrikað. Já, ég sagði hvað þú fertugur hlungur á breytingur fyrir Grindavík, sko. Þegar Pargo var að koma. Það eldist vel. Svo það er bara Raggi er ekki fara að gera neitt, hann er bara blara í. Já. Svona skilur við tveir. Já. Það er hægt að spila það þar sem ég og Gunnar Bjartur erum að ræða Ragga Braga í svona 25 mínútur með Bobo Dan Íring í sal. Nei, Bobo var líka í þættinu. Það var Bobo og þú veist, þeir eru með eitthvað sweet spot fyrir þér hann í Breiðholti. Þeim þykir vænt Breiðhylting þó hann sé Grindavík sem er lið sem að þeir fucking þola ekki. Já, ég finn alveg fyrir því. Þeir hata bara Grindavík. Já, þeir þola ekki Þeir hata svo Grindavík. sem Enda flugu stólar þarna og Kane sparkaði stóla og það voru alveg bara mikill hiti í þessum leik þarna. Þar, hérna, var það nú rætt að menn er alltaf uppteknir að eitthvað hver fær borgað, skilur við. En þú veist, ég segi alltaf bara, hefur efnið á því að borga Ragga Braga X til þess að vera 7. maður og hann endar svo á því út af meiðslum að vera í byrjunarliðinu í playoffs, þá bara fucking gerðu það, sko. Ég bara sagði í þessum þætti þarna, ég bara öfunda það sem fyrir þjálfari Hauka að geta sótt gauðra sem að, ég meina það komi leikir sem hún var alltaf að spila þér í byrjun, Já. skilur við. Ég öfunda bara það að lið, og það er bara geggjað að 4-5 lið geti gert það, að vera með 3 á bekk sem eru á, að fá eitthvað, fattar við. Þú veist, hvort sem það er eitthvað, ég veit, skiptir ekki máli hvað það er, en bara meira heldur en skópar og 50 skall, skilur Þetta sem var rósa fyrir IA fyrir allan vetur er bara að þeir lögðu allt í þetta og fóru stórir inn, skilur, voru eða pening. Við getum ekki að gagnrýna lið fyrir eða pening, sko.
Reyta hann bara svo Jú, vitlaust við staði. getum það alveg. Við getum alltaf Eðun er vitt. Gagnrýnin var að það var vittlust eitt í Raka Braga. Það getur verið gagnrýni. En þá var samt sko punkturinn að það var engin annar fokkin leikmaður laus á þeim tíma. Ég meina, það var ekkert eitthvað 10 íslenski leikmenn sem að hafa spilað í playoffs einhver alvöru mínúti sem bara svona, já, hvernig var að taka af þessum gaurum, skilur við? En það rætti þig bara eins og ég var að koma bara ætla að taka 20 skot í leik. Já, getur vel verið. Ég man ekki En ég meina, þú veist, það kemur alveg á tíma... Já, ég var pirraður að Raggi spila of lítið í leik 3 fannst mér. Þannig að þetta var alveg komið á þann stað, sko. Hvað er það að setja á mig? Nei, ég sé bara á tímapunkti, þú veist, framar að tímabili fannst það kannski bara lítið að spila. Það var, þú veist, það var aldrei einhver draumur að þú verður síðan bara allt í einu meistari og hetja. Þú veist, var það einhver svona dagdraumur hjá þér, svona framar að tímabili? Þú veist, eins og sagði hann, ég kem ógæslega seint inn í þetta Já. og inn í ógæslega gott lið. Einmitt. Og Jói rætti mig bara, við bara tökum þetta hægt og rólega. Og ég var bara sáttur með það Hlutar. allan tíman, sko. Unnstætti var svo ekkert að spila og spilaði svo. Þannig ég fór aldrei heim og hringdi í Bóbo og Ísak og sagðist þeirra brjálaðar yfir því að fá ekki að spila, sko. Nei, einmitt. Þú sendir þeim kannski skilaboð. En þú veist, fyrst það var bara mindseti, sko. Já. Þú varst bara til í þetta að vera með og einmitt reyna bara ég að var bara sækja glaður titil og... að vera. Það er líka bara munur á því, skil, þú ert 32 ára, svo ég segi það nú aftur. Á meðan, þú veist, Arnór Tristan er kannski, þú veist, 18, 19, 20 ára og hann er brjálaður yfir því að fá ekki að fókin spila og pappans líka, skilur við. Það er bara svona, þú veist, bara þroskamerki líka bara bíða eftir sínum séns og vera ekki fúll yfir því, sko. En ok, núna ætlum við að svissa yfir, strákar. Ég baði ykkur um alls konar lista og við ætlum bara að fara í fyrstu myndina, Einar. Þetta eru 5 leikmenn sem að hafa hækkað í verði samkvæmt þér manni. Förum bara yfir þetta. Raggi Braga er þarna á þessum lista, við þurfum ekki að ræða hann meira. Jú, ég held ég samningslaus núna. Þetta er svona market value er búið að rísa. Sko, Fyrir þá sem eru að hlusta, þá er þetta Frank Búker, Veigar Páll, Bragi Guðmunds, Friðrik Anton og Raggi Braga. og má ég kommenta á þetta? Já, við ætlum bara, erum við sammála þessu? Frank Bunga vantarlega hækkar ekki verði Að með brotna ég setti í sviga Já. fyrir meðsl. Já, en þú veist, Þegar mínu list að tengja þetta inn í myndina, sko. Nei. ég meina, við getum alveg rætt það bara, ég meina meðsli leikmanna. Ég meina, hversu mikið er það að lækka eða hækka Frank Búker að hann sé... Ég meina, hann lítur nú einhvern veginn koma tilbaka. Já, þú veist, hann er ekki fertugur, sko. Nei. Hann er heldur ekki ungur. Er hann ekki 92 mótel, 93 eða hvað? 94 held ég. 94, já. Mér finnst líka, og mér finnst Veigar bara núna búin að eiga 2 mjög stór tímabili í Já, röð. Veigar er svolítið bara Hann að tikka já. upp, Já, myndi ég segja. Bara hann er búinn að stimpla sig inn sem toppklassa íslensku leikmaður í Ísadeild. mjög sammála með Friðrik Anton, hann svona varða að úrvarsdeildarleikmanni líka Já. í vetur. Í ár, já. Raggi Braga var aftur á úrvalsdeildarleikmanni í vetur. Raggi Braga kannski bara svona, já, redeemed himself. Redeemed Bara himself. 100%. Eins og hann segir sjálfur, hann var að pæla í Hamar eða Grindavík, sko. Já, svo þarf náttúrulega ekkert að ræða Braga Guðmunds, hann er hann náttúrulega alveg bara outdoor. var það svona stjörnu bara í þessari deild, þannig að þessi, sko. Já, að mínum mati MVP deildarinnar í ár, sko. Haldið að einhver sé að fara að skipta um liðið af þessum gaurum fyrir utan Braga Guðmunds? Þurfum ekki að laga þig, Raggi, það er Nei, ég held ekki. viðkvæmt. Maður er heyrt mikið hvíslað um fjárhagsvandræði í Njarðvík. Við veit ekki hvað Veigar gerir í því og hvað, meina, Baldur er komin í Álftanes, kannski langar hún að kroppa ykkur leikmenn, ykkur Veigar er íslenska. samningsbundin. Það verður ekki stoppað leikmenn áður. Raggi Braga veit ekki hann sem samningu eða ekki, sko. Það kom Ég held að mynd vera Veigar um daginn, engar breytingar. Nei, ég held ekki. Bara Eða Friðrik Anton, Bragi Guðmunds fyrir eitthvað liðið, já. geti Friðrik Anton verið kroppaður í ekstra frá? Er hann á samning? Svo spurning hversu góður er Friðrik Anton? Hún skemmti höfn bara búðunum hérna. Herru, 500 skall íbúð og þú fær flug einu sinni eða 2 mánuði í bæinn eða eitthvað. Hann er eitthvað svona hattarlegur leikmaður, það spælir því. Hávaxinn, frekar hægur, getur skotið. Hvað, það var með hann og Gigliotti inn í teig? Nei, ég er að minna hattarlegur. Já, hattar. Hann er svona ungur, Já. Karlovic Ramoskur. Ég veit ekki. Og þú veist, já, svo er þetta klassiska, þú veist, fær hann að spila aftur jafn mikið í ár, þú veist, hvaða útlendinga taka þær inn og annað, sko. Já. Hendum okkur í næsta lista. Þetta er sammála, Raggi? Já, þú ert sammála. Þetta er hinn listin. Þetta erum við Guðmundsson bræður úr Ármann, Veigar Pál aftur, Arnór í Grindavík og við erum með Ragnar Ágústsson í Tindastól. Þetta er listin hans Steinars.
Ég var með honorable mention, bara sýst leikið rakkaðin upp, hann var í honorable mention hérna. Það kom svona, já, ég takk allt seasonum með ekki bara playoff, skilur. Það er samt það sem skiptir máli, en hann sótti titil, sko. Já. Sko, Yngvi Guðmunds klárlega bara einhvern veginn svona, þú veist, bjó sér til, ég meina bara mid-season núna var bara hættur í körfu. hann var hættur, þannig að Valjúans var bara 0 krón. Hann var í Reyni Sandgerði í fyrra, það heiti fyrra, sko. Já, þannig að þú veist, hann alveg svona, þú veist, það hægt að sækja hann sem leikmann, skilur við. Já. Bara ég er búinn að ræða hann, Veigar búinn að ræða hann. Já, en þú veist, mér langar aðeins að ræða Arnór, bara svona, og viðkvæmt fyrir Ragga kannski, en sko, hann spilaði ekki neitt í playoffs fram að þessum fucking leik. Það fyrir ógeðslega mikið í taugarnar á mér. Eftir ég sá hann live, mér finnst hann ógeðslega bæði góður og skemmtilegu leikmaður. Já. Hann minnir mig bara á Styrmi, sko, þegar hann var að koma upp. Ef ég verið GM myndi ég alltaf taka sjensin á að borgunum vel og ná hann, sko. Já, Ekki vil hann fari, sko, ég bara rósa hann, sko. hann með svona bara einn af þeim sem með hæsta svona sílingið í viðbót í deildinni, finnst mér. Já, hann myndi bara, bæta við sig svona skota drippli eða eitthvað svona gótur hreyfingu sem hann getur sótt 1 og 1 svolítið, þá myndi hann detti hennan A-klassa íslenska leikmannflokk, sko, ef hann geti orðið svona. Styrmir bætti aldrei við sig skoti á dripplinu, sko. Nei, hann gæti bara sótt körfur. Maður Maður hefur ekki séð það gera stetti ennþá, en það er sama, hann hefur ekki fengið sama rönn. En það er það sem ég ætla að segja, það leiði mig inn í það að Styrmir fekk bara, og líka bróðir hans, bara endalausar mínútur þar sem að þeir bara ná að byggja það upp, að gera mistök endalaust, og hversu lengi var Styrmir að dræfa inn í 3 og senda hann of seint eða senda hann ekki, skil. Já, sem mér er finnst sama. Arnór áalega að geta bætt við sig skot að dribla. Mér finnst Arnór með fínt skot, sko. Já, hann ef eitthvað þá er hann eiginlega með skárra náttúrulegt skot heldur en þrasta sinni, sko. Já, ég er ekki að segja það. Er hann hittinn þegar þú ert með hann 2 og 2 á æfingu, eða? Þeir eru með hann 2 og 2 á Þeir eru svona, þú veist, 3, 2, 1. Ef þú ert að dekka hann í 5 og 5, ertu gjörsamlega að taka hann skotið eða ertu svona aðeins að gefa hann 1,5? Ég frek að gefa hann 1,5 heldur hann blóið fram með mér, sko. Já. En hann getur skotið, sko. Já. Ég getur skotið, en Er hann tróðandi á æfingum, eða? Já. Það er ekki svo gaman þegar einhver nennir að tróða ennþá. Nennir að tróða. Hvernig tróðst þú síðast í leik? Keflavík? Þú tróðst svolítið oft í Keflavík. Já, á tímabilinu sunnu 21. Ég hef alltaf verið hrifnar af sterku sniðskoti. það var aldrei prófað hitt, Ármann, þú var aldrei prófað hitt. Netin sem... Sniðskoti. Leið og cherrypicki var óvinsælt, það hætti ég að tróða. Já, en af hverju er það óvinsælt? Til að stíga út? Nú þurfum allir að stíga út. Þið þjálfararnir teka sóknarfrákast, það var bara takið okkur út af. Já, ég held sko að þetta breytist með því að Arnar innleiddi Crash 5 í Stjörnuna og þeir fóru bara eitthvað allir 5 í sóknarfrákast. Já. Og þá hættu menn að þóra cherrypicka á móti, sko. En Pétur cherrypickaði mjög mikið með Breiðablik í úrvarsdeild. Já. Það var bara average, var alltaf bara komin Og í leir þegar einhver skaut, sko. Keflavík líka. Keflavík líka. Og með ekki cherrypick þjálfara. En þetta er sama og Reggi sagði hann, að bara leiðan fekk eitthvað rönn, þá fekk hann sjálfstöðst og þægilega skjóta af allt það. Það var sama með Arnór og þetta er svolítið með þessu útlendingareglur, skilurðu, að þessi leikmenn í dag er ekki að fá þessu rönn sem að maður væri til að sjá það að fá til að búa það til, skilurðu. Við erum að tala að, ég tala fullt af leikmennum, ég tala Jón Axel fekk hérna leiklana, Elvar Már fekk leiklana, Martin fekk leiklana ungur, skilurðu. Kári Jónsson fekk leiklana mjög ungur og að bara gera mistökin og fá að spila fullt. En þá spyr ég, hvar myndir, hvað væri, annarkvort bara starter í Grindavík, kannski sem startaði í byrjun, eða þá bara fara einhvern þar sem hann starter, eða? Það bara veltur því hvað Grindavík ætlar að gera við hann, skilur. Ætlar að gefa hann bara frelsið að fara að go nuts yfir regular season. Ég meina, þeir þurfa ekki að vera deildarmeistarar, skilur. Ég held að hann sé geggjaður í svona lið sem að einmitt var þetta titil. Raggi nennir ekki, þú veist, leiki í október, en Arnór nennir öllum leikjum í október, skilur. Hann er frábær svona mótorgæi í svona, þú veist, mæta á höfni í októberleik. Arnór er að fara að nenna þeim leik, sko. Það sem væri best fyrir hann er að fá okkur liðið sem hann fara að vera besti gæi, bara svo Bragi fekk við vetur. Já, það er kannski... Það verður ekki best fyrir hann til að þróa þessu leikmenn, ekki kannski best fyrir hann bara fyrirslæðsið akkurat núna, en seinna meir er þetta að fara að bæta hann líklega mest. En í toppliði 50-70 maður, er það eitthvað hræðilegt? Nei, en ertu ekki svolítið að verða það á þínu ferli, bara svolítið eins og Orri Gunnarsson skilur, hann er frábær leikmaður, en hann er bara svolítið orðinn
þessi svona auka, hann frábær skilur og alveg með bestu gauðinum, en hann orðin bara svona Hann má ekki fara í rulluna að hlaupa bara út í hotn, skilur og berjast í vörn, hlaupa aldrei neinn pick og roll og fá ekki að tróða, skilur Hver þín skoðun á þessu, ódýrleikareglunni? Viltu byrja? Viltu byrja? Það er annar þáttur sem við ætlum að ræða þessu. Og please, nennan bjóða mér í hann sko. Ég verð ekki í honum samt. Það séu of margir? Já, takk. Hvar viltu sjá Yngvar Guðmunds? Þú ert náttúrulega bara agentinn hans, Steinar. Þú ert umboðsmaður hans, Yngvar Guðmunds. Hvar viltu sjá hann fara á næsta ári? Ég bara fíla svona gæja, skilur. Hvert ætlar að selja hann? Hauka? Ég veit, hann veit bara að Grindavík er búið að tala eitthvað við hann. Ég veit að Ármann er búið að tala við hann. Hvað er the right destination fyrir hann? Fyrir hann? Já. Það skiptir ekki máli, sko. Þannig sé. Hann fær ekki sama skotleyfi í Grindavík bara frá liðsfélögum og í Á þessum tíma í hans ferli í dag er hann ekki að horfast í það að vera atvinnumaður. Hann er bara örugglega komist í það að vinna. Var hann ekki flottur En verið hlutverki. Og hann er, eitthvað lið sem að þarf bara eitthvað íslenska gauðir sem getur skorað 50. Ég held að það sé ekkert langt frá því sem að hugafæri sem Raggi er í. Hann vil bara komast í eitthvað lið sem hann getur unni með, en samt fengið að spila og verið eitthvað hlutverk. Og þá, eins og hann getur verið því öllum liðum held í deildinni. Okay. Alveg eins og maður er hliðna mér, sko. Okay. Förum þá í næsta. Ósammála eða? Nei. Eitthvað þvinga Ragga til að Já, maður að virkja menn. Svo förum við listan þinn, Tómi. Nei, þetta er minn. Sko, nú erum við að fara í leiðilegu hlutina. Nú ríkur Steinar út. Nú erum við að fara í leiðilegu hlutina. Þetta eru þeir leikmenn sem að, þú veist, í raun og veru markaðsvaljúið er að minnka þið eftir veturinn í vetur. Manni vel, lestu þetta upp fyrir áheyrendur. Kári Jónsson, Þóróldur Orri, Siggi P, Sýtrikur Arnar, Drungilas. Þannig ég er ekki að fara að segja að Kári Jónsson sé slæmur leikmaður, sko. En mér fannst aðeins droppað. Mér fannst hann bara mjög lélugur í play-offs í ár. Ég er sammála. Enda hann, já. Ja, ég ætla að henda honum. Ég er satt ósammála með Sigga P. Mér fannst hann bara að vera ekki svona, góður í tímbil. Ég held að flest lið var alveg til í hann. Ég er ósammála með Þorvald Orra, af því að hann var betri ára en hann var í fyrra. Hann er mögulega Þá hefur hann verið lélugur í fyrra maður. Er ekki rétt hjá mér? Ég held að hann hafi bara verið rosa svipaður. Mér finnst hann ekki hafa eitthvað svona redeemed himself í vetur í svo káarliði. Nei, ég er ekki að segja það, en bara hann er ekkert eitthvað leiðinu upp niður niður, skilur. Hann er bara kannski ef þú ert lélegur samt 2 ári í röð, þá missir alveg valjú, sko. Já. Veistu hvað ég meina? Já, hún að vonin minkar. Já, þú veist, ef að Raggi... Það eru öfugt hjá mér reyndar. Já. Þetta er líka með að eiga gott sísón, eins og Veigar Páll. Já. 2 góð sísón í röð. Það er svolítið stimpil, skilur. Þá er það stöðuleiki, þú veist, ef stöðuleikin er að vera frekar slappur, þá er það alveg að fer valjúið niður, sko. Og svo náttúrulega átti Sýtrikur Arnar bara mjög slappt tímbil í ár. Já, miðað við fyrra, sérstaklega. En er ekki bara, sko, smá bara búið að, þú veist, þjálfarar hafa náttúrulega líka mikil áhrif á þetta. Já, við tölum um þetta í allan vetur. Og mér leiði eins og hann væri að gelda hann með því að vera alltaf komið með hann inn á bekk. Þjálfarar hafa mjög mikið að gera með það hvort að valjú leikmanna fer upp eða niður og mér finnst bara þjálfari Tindastóls hafa sko dekrísað valjú en Sigtryggs Arnar svakalega mikið í vetur bara með að taka hann beint úr byrjunarliðinu. Þú veist, ég sá aldrei ástæðu fyrir því að Júlíus Orri lappar inn í byrjunarliðssæti hjá Gaur sem er búinn að taka titil þarna. Er hann þá ekki samt í einhverjum svona sjöttamanns pælingum? Það var pælingar, jú, en svo bara Manu Ginobili. Er það ekki að ganga upp, sko? Svo verði ég þetta með Drungilas var fyrstlega góður. En það sem maður er að heyra það kannski að Drungilas geti bara að spila 22-25 mínútur leik og ég heyrt það líka að hann sé eitthvað að lengja ferilsinn. Er það ekki kjaftaði eða? Þá þarf þú bara að lækka samningið, nú verðum bara að pikka upp einhvern annan. Ég meina með aldrei samt lækkar valjú leikmanna. Er það ekki? Erum við ekki sammála því? Jú, mér finnst hann ekki kannski verið á svona lista, mér finnst hann bara mjög góður í vetur, sko. Já, en ef, þú veist, hann er úr það svaka samning, sko, að þú verður að láta hann spila 32 mínútur í leik, sko. Ég ætla nú að giska á það að Drungilas sé á einum besta samningnum í deildinni. Topp 10 samningur fattar þú veist. Það er að heyrta hans, ég tók skipstjóra á launum annars, sko. Ræðum Kára kannski bara svona smá þá þarna á toppnum. Því að hann var alveg svona í MVP-umræðinni í regular season, svolítið hjá okkur. Já. Í power rankinu munið, hann var alltaf upp og niður, sko. Svo einhvern veginn hann er svolítið bara tekinn og aflifaðar af Grindavík, sko. Þið takið náttúrulega, já. Af Kristoffer Brekka eða bara. Þið takið seríu á mótið þeim. Hann var líka ekki góður á móti Keflavík. Mér varst bara spá hvort hann hafi verið bara eitthvað meiddur, bara leta enga vita því, sko. Hvað er Kári gamall? 97.
Er ekki svo gamall, sko, 29 ekki þannig að sko öll lið myndi samt sæna hann? Ég tæki hann bara á morgun í Grindavík, sko. Þú veist, bara jú, hann var ekki stjarnan í playoffs, skilur eins og Hilmar Hennings var í fyrra eða eitthvað. Fer hann í taugarnar á þér ekki, eða? Kári Jóns? Já. Nei, alls ekki. Hvað voða? Hver fyrir Ég hef oft fengið svona vibe, skilur. Þú veist, alltaf Raggi er svona típa, hann er gaman að láta menn heyra það svona. Hvernig er ekki, skilur eins og með þig, þú veist, langaði að vera í liði og spila 30 mínútur? Eða finnst þér bara gott að vera í, þú veist, 15 mínútum? Það er stæmið að langa það að ég sæna ekki á Grindavík. Já. En þú veist, ef Ok, þú en bjóða meina- mér það í góðu liði, þá var ég til í það, sko. Já. Ég vil freka vinna og spila minna heldur en öfugt núna, sko. Já. Kannski ekki fyrir 10 árum. Nei, þá hef ég viljað spila 30 mínútur og viljað taka 15-20 skot, sko. Ég veit. Hendum okkur þá bara í hinlistan. Taktu okkur í gegnum þetta. Það er hérna eitt liðsfélagi Við erum búin að tala um Kári Jónsson svo sem Þetta kemur á óvart að Steinar við sett hann inn. Kemur það róvart. Já, ég held að þú myndir alveg eigi á þessari hæð, sko. Þetta er hart. Hann bara misti velju, hann var ekki að ná að stíga upp og var svolítið að Kristofur Breka bara bullja sig í play-offs. Bara, þú veist, oft hafa menn alveg reynda, en Lestu upp listan fyrir áheyrendur, er ég að fá í eyrun? það er Kári Jónsson, það er Valur Orri, það er Siggi P, Sigtrúður Arnar og Orri Gunnarsson. Þú ert líka með Sigga P sem er nú þinn maður, sko. Já, já. Þú vilt meira? Maður gagnrýnir menn sem að maður vill að gera betur. Er það ekki svoleiðis? eða? Jú, það er alveg rétt hjá þér. En já, bara Kári var svolítið bara tekin á teppið í þessu play-offsi, sko, og var ekki líkur sjálfum sér, að mér fannst. Er það að hafa áhrif á Kára Jónsson hvað er að koma ógeðslega fysikli sterkir bakverðin inn í þessa deild? Sérstaklega þessi yngri íslensku sem eru bara orðnir heldur hraustir allir og í standi, sko. Þú veist bara svona, ef þú ætlar að spila, þú veist bara eins og Kristofur Breki og bara, ég var alveg svona smá sjökt hvað Arnór Tristan er fokkin massaður. Það er bara að koma þessu frá mér. Íslensku. Svo hefur mér svolítið Valur Orri, hann er búinn að vera svolítið á leiðinni niður brekkuna, skiljur, bara sem erum alveg heiðarlegir, þó mér finnst hann góður leikmaður, en bara hann gæti ekki verið inn á í play-offs nánast, sko. Af því hann þarf að réttlæta það að vera inn á með því hittu skotum og hann gerir það ekki. Þetta er svolítið bara ekki flóknara það, sko. Davíð Eldur hendi orðið á guttunni að Valur væri að fara að hætta. Og segja þetta er gott, taka titil og hætta. Ég veit ekki. Þú þarf Nei, ekki það þarf ekki að segja neitt, sko. Fýtt gaur. Mjög, Mér finnst Valur einmitt mjög fín, Valur Orri. Það sem ég þekki á hann. Tekur ekki neitt. Siggi P, bara sama, þú veist, bæði gengi Álftanes og hann var ekkert frábær. Sigtrúður Arnar er búinn að fara yfir og svo er Orri Gunn svolítið bara, þú veist, hann var MVP-umræðinu alltaf, en Mjög bara ósammála þessu, gæin er 22 ára. að slíta crossband, bara ég vil sjá, þú veist, það er ekki leið að fara að sæna núna að hann verið frí agent, skilur. Segjum hann sem er miljónum mánuði, sem er bara svona, þú veist, bara svona ágætið summa. Ok, einhver myndi sæna kannski núna 400 skall. Nei, það myndi allir borga Orra Gunn miljón bara núna. Bara núna? Já, 30 ára samning, blindur. Ég myndi gera það líka. Hann er bara, Já, ég myndi ekki þóra því. nei, ég myndi þú það. Þau er ósammála rækki. Orra Gunn? Já. Ég myndi sæna hann. Hann og Arnór Tristan sagði hann. Ef maður bakka Kári Jónsson upp aðeins, Endilega. er það þess að háðunum liðið sem ég var í kringum hann í lok Já, líka, sérstaklega eftir að búkur þetta út, sko. Já, með færri skotmenn og Og svo þarf Kísjón Woods að klappa fokkin boltanum sem er ekki frábært fyrir Kára að standa og horfa hann hnúðast í midrange sitt. Það eiginlega pirraði mig smá, sérstaklega í svona leik sem að Kísum var settur í vasan á Kane, sko, hvað þeir voru samt að leita til hans fyrir að Kári svolítið tæki yfir og þess vegna er líka á þessu lista að pirraði mig bara hann hafi ekki svolítið gert það sem hann hefur oft gert áður, bara tekið svolítið yfir leiki og fara að gera það sjálfur, þó hann sé ekki skorað að allan að búa til eða eitthvað, hann gerði það ekki einu sinni, sko. Nei. Þannig að þess vegna er hann á þessu lista hjá mér. Hann var ekki líkur sjálfur sér að mér fannst, en þetta er alveg réttur punktur að rækka að auðvitað var liðið í kringum hann ekki kannski best sett saman fyrir hann. Heyrðu, hendum okkur þá í listan hans Tomma. Ég let hann vera með hinn, ég nefndi ekki hinum tveimur frá það, Tommi. Þú ert líka með neikvæðan lista. Tommi fær erfiða listan. Þetta er sem sagt 5 sem fá ekki aftur samning á Íslandi og Þetta er auðvitað Tommi ætlar að koma með þetta og við ákvæmum að láta ekki Daniel Dolens á hann. Það var einhvern veginn of mikið einelti og það er búið að biðja mig að láta hann aðeins í friði bara fjölskyldun hans. Ég var að fylgjast með honum bara í uppbytun, ég var bara svona, ég er hættur að tala um hann. Komdu með listan. Sko, ég er þetta með Lazar. Lest hann fyrst allan upp. Já, Lazar, Daniel Mortensen, Rati, Álftanesi, Pipkins, Njarðvík og
Keyshawn Woods, Valur. Tveir valsarar sem að svona leiðir kannski inn í það sem við vorum að tala að liðið var kannski ekki að gera honum greiða. Nei, en eins og með Keyshawn Woods, með tekur titilum með stólum og svo óttur sem svona endakall og einmitt, þannig að klára playoffs. Getur bara mögulega gert aftur þetta með okkur og verið svona aðalkallinn en var það alls ekki. Þannig að ég myndi ekki taka hann aftur. Hann fer ekki aftur í svona lið sem ætla sér titil held ég sem endakall. Nei, hann aftalega sirpur út í Keflavík og líka einu leiknum út í Grindavík var hann eiginlega bara bestur í Val þannig séð. Ég tæki hann kannski ef Kane myndi hætta. En svo bara situr helviti vel í minningunni hvað honum var gjössanlega tróðið í vasanum eins. Hann fór illa með hann. Það var Hann sagði hann svakalegt. eftir leik. Það var svona enda verra, svona tók eitthvað utanum hann og hei, bara, þú veist, ég er bara að tala skít, skilur það því að leikurum, hann bara, ég veit það, allt er góð. Mér fannst það eiginlega svona fyrsti leikur sem að maður sá í Redeem hjá Ragga, það var Valur heima og varst með þú og Breki taka Keyshawn Woods í heimaleiknum í deildinni og pakkunum saman, sko. Deildin, djúvill mannst þú maður, eftir alls konar hlutum. Já, á þessu. Ég ætla að gleymda Rosa Ragga með vörðinu að Kára líka. Ég tala bara um Kristofur Breka. En þeir náttúrulega voru að skiptast á hann. Sko, ég setti Daniel Förum í það. Já, ég setti Daniel Mortensson þarna inn. Menna, af því að það sem gerist að þú veist, það er aldrei góðs viti að þú meiðist sko, fyrir finals. Liðið verið betra. Og liðið verið betra og þau vinnir titilin. Hann er líka búinn að vera mjög mikið meiddur, bara alveg frá því Þorlákshöfn, hjá Haukum, hjá mér, í Grindavík, svona einhverjar sögur. Hann er í einhverju basli með, ég veit ekki alveg hvað. Ekki hellinn og apa hnið og eitthvað alls konar. Hann sagði við mig bara í fyrra held ég. Er þetta 3. árin sem Grindavík? Hann var að spá ég að kalla þetta gott sko, hún var bara það mikið illt út allt sko. Emitt. Það var hann enda með konunni í Bandaríkjunum. Ætlaði bara eitthvað að flytja til hennar og bara hætta þessu sko. Ég hef verið að hugsa þetta bara með Mortensen 2-0-3 getur skotið, ekki semja við hann og færa á markaðinn. Ég held að sé erfitt að finna einhvern eins og svona típa hann. Ég myndi alltaf semja við Mortensen aftur. Það besta við Mortensen er líka bara hvað hann er mikill atvinnumaður sko. Bara svo við sáum í Haukum. Þú veist, hvað hann er bara alltaf on it sko. Þegar að lyfta mótnana, hann mætir á skotæðingar, hann er liðsfélagi skilur. Ég held að, þú spilaði með Þorlákshöfn líka ekki? Ég held að Grindavík bara, þú veist, svo lengi sem hann er ekki bara eitthvað handónýtur skróknum, þá bara verða hann og Jordan Semple inn í teik sko. Hann, Og Óli svona getur verið fjarki þristur og þetta er sem ég sagði í þættunum sem fór ekki í loftið. Ég með, hann lækkar bara aðeins í launum, Gylfi og Papas hækkar við henni í launum þar. þetta verður eitthvað svoleiðis. Og eru bara flott. Einhver einn yngri flokk? Já, það er bara flott. Já, jú, þá þarf hann að starta honum. Já, meinar. En já, halda áfram. Förum í pointgardinn á Álftanesi. Ég held við þurfum nú ekkert eitthvað að greina það eitthvað sérstaklega Það okkur. fær aldrei samning Það hérna. er ekki samning aftur og það er kannski líka fyrir þá sem eru að sækja leikmenn fyrir næsta tímabil að þessi U18 stimpill, hann var í U18 þetta, þú veist það var svona kjartanskólinn fannst mér dálítið. Já, Það er ekki alltaf góðsviti. nei. Það var ekki með hann. Hann var búinn að vera í alls konar flottin liðum eitthvað en aldrei spilað sko. En sko, ég ætlaði líka að segja sko, eitt sem að líka bara svona þjálfari geta líka glósað úr reynslubanka Matti Dalmæ. Ekki vera að sæna evrópska pointgarda. Nei. Það er bara, ef þú ert ekki með geggjaðan íslenskan pointgard, sæna það einhvern kana motherfucker eða bara, þú veist, vertu í vesenni allt þitt líf sko. Það bara, nefndu mér, Raggi, fyrst þú ert hérna, einn góðan evrópskan pointgard sem hefur bara komið hérna inn og bara Nick Tomsik. verið bara með þetta. Nick Tomsik er kani. Já, Evrópskt vegabréf. Já, en þú veist, Come on. það telur ekki. Þú veist, ef þú finnur geggjaðan kana með vegabréf, go for it, sko. Adam Darbo þegar ég á með honum í Grindavík. Hvað sér? Adam Darbo. Hann var þetta góður. Leifins Hósa með Dína geggjaði leikmannir á sínu præmi. Já, Og í fyrstu deildinni. fyrst til þær, já. En svona fyrir lið sem að vilja komast í 4. lið og jafnvel 8. lið, þú sérð bara eitthvað, Mike Dinuno. kanni. Hætti að segja eitthvað gauðra með vegabréf. Ítalskt vegabréf. Það er ekkert betra en að, þú veist, það er eitthvað leikir í gangi
þú ert bara með point guard, þú hefur engar áhyggjur Nei. að boltin er fara að komast upp fyrir miðju að vera að stilla upp. Hvað er þetta eftir gauðin sem var með ykkur Mortensen í Þorlákshöfn sem var Glyn Glyn Watson, Watson. geggjaður. Já, hann var geðugur. Sturlaður. Það er líka bara, þú veist, eins og Pablo Bertone er tvistur, svo þó hann geta alveg pointað. Hann var með ægi með sér, hann var með kára með sér. Fatið, það er, ég er ekki að tala um að séu engir góðir bakverðir, en bara svona pjúra point guard sem bara svona, er bara með þetta. Vertu bara með einhvern góðan kana, sko. Já, það er svona verið. Reynslan er góð á því. hingað til. Tom Sleimanis í KR, hann er svona, Hann er pointgard. Nei, hann er, mér finnst hann tvistur sem getur tekið boltan. hann svona er samt, já, en þú veist, er hann ekki bara örugglega svona besti sem ég man bara eftir samt, sem að var að pointa Í fljótu. og gat sótt einhverja körfur en þú veist, Það er alltaf einhver sem er að gleyma sko, en jú, örgulega svona í bara ferskri minningu. en þú veist, hvort ætlar að taka, þú veist, Það er ekki margir allan, að maður þarf að hugsa vel og lengi. mér finnst bara, þeir tóku eitthvað gaur í byrjun alltaf sem hétt eitthvað Coin, með Ísraels vegabréf, ráku fyrir fyrsta leik, svo taka þeir Rati og mér finnst bara svona þessi Evrópu pointgarda rempingur bara svona kristallast í, þú veist, þeir eru með geggja liði vetur einhvern veginn og bara þú veist, það bara svona náði samt aldrei neinu flugi að því að þeir voru alltaf með einhvern fokkin hægan pointgard, sko. En það er bara trillt að við sem í ísku dildinu þurfum að sækja pointgarda út fyrir landsdeilina sem að það er ekki mikið hásleikmannum í Íslandi, sko. Maður ætti ekki myndi halda að við værum frekar einblíðin á að fá okkur að stóra en einn dildina, sko. Já, en þú En veist, ekki fyrir svo bara Spartak. mæta Grindavík með Pargo, skilur og hitliði mæti með Remi Martin og Já, já. svona gauðra, þá ertu ekkert bara eitthvað svona, já, Pétur, þú sérð þetta í dag, þú bara, það er hann að NBA-leikmaður hinum megin, Já, en svo þú veist, það er bara ekkert sangjut lið, sko, þetta er eins og þegar ég var með Robba Sig að pointa hjá mér, þegar D. Davis var middur og hann sagði við mig, þetta er svona 3 leiki og 35 mínútur, þú ert búin að spila mútið Kana 3 vikur í röð, sko. Svona, ég er búin að pípa 9 daga í dag, 9 klukkutíma í dag. Þeir bara eru búin að vera á hádegisæfingu, í einhverju trítmenti, mér er bara illt í bakinu og hnjánum, sko. Þú veist, þetta er bara öðruvísi fokkin lífstíl, sko. Já, já. Þú veist, þá þarftu að vera með Hilmar Hennings lífstíla íslenskan leikmann og þeir eru bara 10 alls. Hinnir eru bara að vinna í pípulagningum, sko. Einhverjir, já. Einhverjir, já. Herru, Pipkins, hann náði ekki að redeem himself þetta með 30 stiga hálfleikinn. Nei, voru ekki búin að drullu of mikið yfir hann fyrir það. Mér svona minnir það og Hann var líka, sko, hann bara á velli líka, bara þegar maður horfir á hann. Já. Á vellinum, hann er bara of lítill. hann er ógeðslega mikill Pipkins. Já, bara einmitt. Eða ekki? Jú. Bara svona, the name fits him, þarna, eitthvað pínlítill með eitthvað ennisband að ná ekki upp skoti. Já. Ég skoða hann áður en hann kom til Njarðvíkur og ég skildi ekki af hverju Rúnar var að pikka hann Hann gaur er upp. bara svo ósannfærandi einhvern veginn, bara holningin á hann. Það voru nokkri svona í vetur sem maður skildi ekki hvað fyrir liðarsækja. Það er svo ekstra vont með Njarðvík því að þeir voru bara með sitt 5-manna lið, skilur þú veist, þeir róteruðu rosalega lítið niður á bekkinn og bara svona, það er svo obvious að Kanin sem á að gera allt í 5-manna liði er lélegur eða svona takmarkaður, það er bara svona sjá það allir, fattar við, bara svona hann og lélegan leik, hefum ekki séns, sko, það er ekkert annað. Já, og svo sko áttu við eftir að fara með Lazar. Ætli hann sé ekki svona mest boringleikmaður sem hefur verið þarna á... Það er ekki háttur í sig þá. Nei, bara einmitt. Það er, já, Svona ekki lélegur, alls ekki lélegur í körfu en samt Algjör einhvern svona- veginn bara svona, prototípu valsmanna, bossmann sko. Ég hugsa að Grindvíkingar hafa ekki eitthvað fengið einhvern skell þegar að ég sá að hann mættir í búning hérna í ódaleiknum, sko. Nei, við skiptum alls ekki á. Svo fór hann alltaf að reyna. já. Já, það var alveg galnast Ég var alltaf bara glæsilegt, skjóttu bara svo viltvæni. Viljið þið bæta einhverjum viðnalista fyrir utan Daniel Langa, Björns? hvað reyndar Basíl til dæmis? Er hann að... Sko málið með Basíl, Hann er ekki að lista. Nei, ekki, hann á alls ekki að vera svo list. Sko, Ég er bara samt Ekki að forvitin, fá- sko. Fá bláa passan. Já, ég ætla að segja, sko, við erum með, Eftirsóttur maður. Já. við erum með 10 breaking news sem að ég er með eftir. Já, ok. Og ég er ekki eins og búinn að kíkja á Instagram. Ég ætla í þriðja sinn að hvetja áhorfendur og líka áheyrendur jáfnvel sem að hlusta á þetta á morgun. Senda á Instagram skúp. Þeir fá 100 eurur á Epic Bet. Svo vona ég að Keflavík taki Reim Martin aftur. Taki sénsinn. Og ef hann klikkar, þá rekar hann bara áramót. Sko. Þú veist, ég er ekki búin að gefast upp. Nei, þú ert ekki búinn að gefast upp sem grindvíkingur. Nei, Þú vonar það fyrir þá. samt bara gaman þegar Remi er góður, sko.
Ég myndi vilja sjá einhvern pick up Jacob Falco. Er hann laus? Var hann ekki með einhvern tveggjara díl við ír eða? Hann verður ekki áfram. Eða? Skúp. Sem er ekki breaking news. Nei, þetta verður ekki breaking news. Var það einu sem framistum í play-off sem að... Myndir þú fá Jacob Falco í staðan fyrir Parko? Já, ég... Hvernig líst þér á það? Reyfrildi heimi á mér allt fyrir ármót allavega að Falko veri hæsti kaninn í deildinni, sko. Já. Ég finnst hann geggjör. Og þú ert þar? Já, ég... Svo er þetta slagnaði fast með aðeins að hann að dróa á, en Sérstaklega í últegefni. Hann ekki Á með. móti stólunum. en mér finnst hann ógeðslega góð, sko. Hann var líka með svo fucking takmarkaða, ég veit að Mango Chutney einhvern veginn svona held sér í deildinni, en þú veist, Hann settu Jordan Semple með Falco, skilur og svo, þú veist, eitthvað, svo er hann að pick og poppa með Mortensen, bara svona, og svo er Óli að poppa með hann, þú veist, bara, hann væri sturlaður, sko. Já, Ég er voru smá vonbrigði í play-offs hvað er voru lítil fyrirstaða. já, sammála því. Maður held þeir eru miklu betri, sko. Ég hafði eitthvað miklu meiri trú að þeim. Ég spáði uppseti minni mig með stólunum. Já, Ég minni það væri nú sárt fyrir Breiðholt að sjá son sinn þarna fara yfir í hataði Grindavíkurliðið sitt. Það væri sárt Falkóin. að sjá Falkóin fara yfir, ríkla yfir í Grindavík. Já, hann er þannig geggjaður, sko. Óbatan og fylgum. Já, af því að hann var mjög vinsæll í Breiðholti, sko. Falkó er líka svo góður í að vera rólegur þang til hann þarf ekki að taka yfir, sko. Ég vil sjá hann í contenderliðið. Já, ég líka. Varandi Basíl, þú veist, ef hann myndi ekki fá vegabréf og stólaði myndi hendunum, væri ekki svona 9 lið í deildinni, svona 7-8 lið myndu taka hann, held ég. Já, fullt að liðum alveg tiltaka. Ég held það. Ég er ekki að kaupa í þessa grílu sem menn tala um eitthvað. Ekki niður titil grílu. Nei, en Mér varst hann alveg reyna í þessum leik líka. það er eitt að reyna og annað að bara gera það, sko. Já, en það er, þú komst með góðan punktum daginn. Með, myndi DeAndre Kane bara ef að Parko er komið 20. viðstælunda. Myndi hann ekki bara fara og segja, heyrðu, nú dekka ég hennar gæja. Það er ótrúlegt, það er gott að snúa aftur inn í þennan leik sem við vorum með í byrjun. Hvernig í fjandanum eru Basíl og Badmus ekki búinir að segja, Júli, hann er búin að skora 2 þrista, þeir taka titilinn ef þeir vinna þennan leik, býður ekki eftir því að þjálfarinn ákveður það, þú býður ekki eftir leikli, bara svona besti gaurinn sem að telur sig vera besta gaurinn, hann segir bara, I got this, bara drullið ykkur frá. Og ég fikk góða sögur frá Danero og Tómas á föstudaginn, að því við vorum að halda útskrift saman fyrir dóttur mína. Laði mikið hún er bótt að horfa í útskriftaferðinu og krýta þennan þátt. Nei, Danero, við vorum náttúrulega að þræta körfubolta þarna í staðinn fyrir að gefa fólki bjór og standa okkar plikt. Já. Sko, hann sagði mér að hann eitthvað spilaði á móti Kane í fyrra. Við vorum að drulla yfir stólana þarna saman. Hann er náttúrulega ekkert rosalega hrifinn af stólunum. Sagði bara, ég kom að inn á einhverjum leik og byrjaði að pick og poppa 2 og setja 2 þrista. Bara next offense, bara DeAndre Kane kemur að mér, you ain't shooting no more, man. I got you. Og bara, hann fekk bara ekkert meira boltan, sko. Og bara svona, get him! og hann var ekkert eitthvað að bíða eftir því bara, Jói bara eitthvað, strákar! Raggi, þú erum að sulta, setjum Kane á hann. Þú veist, besti gæðin bara ákveður það. Það fór ekkert eðlilega í taugarnar á mér að enginn tekur frumkvæði af bestu gaurum Tindastóls og Basíl fer bara á all-in. Bara ég ætla að taka hann. Já. Skilur við. En já, ég vildi bara koma þessu frá mér. Ekki bara fara í næsta? Það er eitthvað frá mér. Já, er það ekki frá mér? Herri, nú erum við komnir í veikina snart. Þetta er ekki frá Gunnari Bjarti. Hann neitaði að senda mig listan sinn. En þetta er frá unnið með nokkrum áltnesingum. Og ég ætla að vera með, þetta er svona 4 lið sem að við fáum upp sem að eru bara svona þetta er raunhæft. Ég veit ekki hvort það sé rétt með Kristoffer Eikóks. Hann er á samning, hann sagði það í viðtalið. Hann er með samning. Já. Er þetta kaupa nú samning? Hvað segirðu? Já, þessi draumalið stuðningsmanns Álftanes, hins almenna stuðningsmanns, er Kana Point Guard og eftir að ég spurði, ég ætla að lesa listan. Kana Point Guard, Styrmir, Luka Gasic, Haukur Helgi, Kristoffer Eikóks, Haukur Helgi / Siggi Péturs. Ég spurði ChatGPT, what former NBA player can I sign to Iceland next season? Og Isaiah Thomas
sem var í Boston, var í fyrsta sæti. Hvað séu? Once Upon a Time. Once Upon a Time. Þannig að ég vil sjá, nú eru allir að fara að sækja gamla NBA-leikmenn. Bíðið bara eftir þessu. Öll ríkuliðin eru núna. Það hefur oft gerst áður að NBA-leikmenn komið. Nei, það er nefnilega gerðist bara basically í fyrst skipti þegar Justin James var sótreika. var... Jó, Steinar. Haukar 2000 og... Við erum að tala um alvöru Nei, við erum ekki að tala um NBA-leikmenn. Ég er að tala um... Summerleague, við erum að tala um NBA regular season leik. Hann átti 7 leiki eða eitthvað. Strákar, ég ætla að bakka þetta upp. NBA-leikmaður sem á marga 20 stiga leiki í NBA. Skilurðu? Menn sáu það bara Það var okkur season. Já, á bara alvöru NBA-feril. Nú sáu menn bara að þú getur mætt með fullri virðingu. Unnstein, Raka Braga, þú veist, bara svona fína leikmenn, skilurðu. Ekki bara eitthvað 4 fucking landsliðsmenn. Ef að þessi fertu í NBA, alvöru NBA-leikmaður ákveður bara að hlaða í sýningu, þá í fyrsta lagi smitar hann rulluspilarinn að því að þeir eru bara alveg jafn góðir og Seitir ykkur Arnar og eitthvað svona herra skrifaðir Íslendingar fattaru og hann getur upp á sitt einstæmi unnið bara í finals. Þannig að núna eru Álfnesingar, Stólarnir, mögulega einhverjir fleiri veikar stjórnir, Keflavík, þeir ekki Það er ekki að draga saman núna. Já, ræðum það eftir. Ef þú skiljið hvað það voru allir ætluðu að matcha Milka á sínum tíma. Það kom einhver ísjaki og allt í einu voru bara, ok, við þurfum að sæna einhvern ísjaka á mótunum, sko. Núna er allir bara eitthvað svona, við þurfum að sæna einhvern alvöru former NBA bull. Já, Þá getum við unnið þetta. Það geta alveg gerst. Og þess vegna setja Isaiah Thomas í point guardinn hjá Álftanes. Luka Gasic er obvious, hann bara vinna með Balla og Balli er pottet búin að vera að reyna að espa í honum að koma og mér varst hann frábær. Ertu ekki sammála því, Raki? Jú, hann er mjög Frábær. Hann er líka ekta svona geðugur, bara svona liðsfélagsleikmaður, sko. Tekur ekki neitt frá neinu. Já, og hann þú veist, er bara búin að vera 1 season í Stjörnunni, þú veist, þetta er ekki eins og að sækja Tæf og Badmusau Tindastól sem er búin að vera að í 100 ár. Nei. Með stoppum. Já, hann bara harður líka. Margir kostir. Hann sækir Styrmi Hann reynir. og Per Sources hann byrjaður að hringja. Styrmir eða Kitta Páls. Það verður, þú veist, ekki gleyma því að Baldur er aðstoðarþjálfari landsliðsins. Hann er að vinna með þessum strákum í mörgum gluggum yfir áriðið og þú veist, hann nær alveg til leikmanna líka. Kitty Páls er bara svo tilfinningu, hann bara fílið að vera aðeins úti og ferðast og eitthvað og vera bara í heitum löndum og hafa kósið, sko. Hann fær annan heim. Spila- Ég held það. Hann fær annan heim. Í hvað deild fór Kitty Páls? Þriðju? Eða aðra? Fór til Ítalíu. Er ekki á Ítalíu? Fór hann næstaustu eða þriðjaustu? Bara veit það ekki, ég er bara skammast mín en ég bara fylgist ekki nógu mikið með. Ég ætla frekar að drullu við Davíð Eld sem að fjallar ekki nógu bara þessa stráka fyrir utan Martin og Tryggva og Elvar, þá veit ég ekkert hvað er frétt af hinum, sko. Nei, en já. Kemur stundum eitthvað svona, ég veit ekki einu svona hvað Styrmir var að spila, hvað var hann að spila? Spáni. Hann var í Lepgold eða ekki? Gold, já. En þetta liðið er að fara bara taka ekki mörg þryggjastaðarskot. Jú, Luka Gasic. Hann vill hann ekki frekast leysa. Ég Spila bara svæðum þessu liði bara. En svæði og ég segja að Tómas er nú að fara að leysa svæðisvörðuna. Og Sveinn og Tómas. Það er samt málið, sko. Það er rétt, þetta er svona aggressíft bryggsjólið, sko. Ég myndi samt halda að leikmaður sem hefur spilað 20-30 NBA-leiki, það er einhvern veginn ekki hægt að bjóða honum Ísland $10,000 á mánuði. Þeir vilja meira en það. En burtu með Símon, við erum í TV. Ég er að skoða Kitta Páls hérna. Hann er að spila í þriðju deild á Ítalíu, eða þriðju efstu. Og hann er hérna með 16, 14, 26, 12, 27 stig. Hvar? Í annari deildir en Ítalíu. Já. Þetta passar við Álftanes þema. Það er ekki vanið að geta skotið hingað til. Nei, það er rétt. En hvað var punkturinn? Ef við ætlum að, ef nýja trendið er það að sækja NBA-gura, þá mun það kosta alltaf mikið af pening, sko. Ég meina, hvað? Menn sáu hvað það er gaman með Pargo. Það er alveg peningamenn á Álftanesi sem að, ef einhver mætir með svona nafn, þá bara, let's fucking do it, sko. Já, bara, ef það er svona easy, þá bara... Það er ekki easy. Kannski verður þetta ekki að segja Tómas, en ég er alveg vissum að á næsta ári þá sjáum við 1 eða 2 nöfn sem við verðum bara, ok, sick. Og ég verð með annað á eftir. Álftanes sótti náttúrulega Mörki í fyrir að segja með akkurat 1 leik.
úr NBA. Það telur ekki, það gerir ekki. Kannski loksins mætir Raymond Felton 30 Já, km einmitt. og tala mikið um hann í gennum árin. Það væri til í einhvern svoleiðis með að því Pargo er ómikil topp maður. Hann svona virðist bara vera, í viðtalinu var hann bara svona með allt sett á hreinu, málefnalegur, líka bara svona aksentin hans, þú veist, þetta er ekki einhver vitleysingur, sko. Nei. Svona maður held ég að ég aldrei komið nema þekkti Kane. Já, Þú er aldrei náð honum einmitt. til að koma í lítinn bæ á Íslandi fyrir ekki mikið pening. Það er bara gleymi hugmyndinu. Ég vil fá Ég einhvern kom alveg... pælingin skilur, þú ert orðin NBA leikmaður. Ég var líka að veita hann að koma hitt Koma einhvern til félag sem Íslands. hann þekkir og hann er alltaf með einhvern vinanna sem hann getur... Ég vil fá einhvern alvöru svona sem hefur verið vesen á. Erik Bledsoe, hann er örgulega Glenn orðin gamall Davis. núna en Selfoss sóttu Ekki- náttúrulega NBA-leikmann. Tony Roden. Já, hann var smá vissin á honum. Eins og þú sagðir daginn, Spila aldrei, sá mann aldrei. þú veist, Kane er hérna Ég út af vissi að Damir hann var sakast. Pitt, sko. Hvað segir þau? Kane er hérna út af Damir Pitt. Já, hann þarf í raun að fá þakkir frá Grindavík. Já. Og er ekki Damir Pitt hérna út af Gumma Stikkans á Ísafjörðunum? Það voru bara fyrir. Jú, það getur verið. Hérna, ef að fara í næsta draumalið stuðningsmanns eða? Já. Næsta ár. Þetta er frá Davíð Eld. Ég ætla að lesa þetta upp. Þetta er mjög daðið eldslegt lið. Þetta er, Davíð Eldur og Keflvíkingar vilja fara í rebuild. Gefa ungum mönnum séns og ekki taka 100 útlendinga. Hilmar Péturs, hann heldur sér hann í point guard. Þeir sækja Tom Sleimanis með honum. Ólafur Björn fær bara að vera í byrjunarliðinu. Hann ætlar að sækja Callum Lawson í fjarkan. Og svo ætlar hann að halda Mirza Bulic okkar manni í fimmunni. Hann reynda að sendi mér svo klukktíma í þátt. Það vantar reyndar Kana í þetta lið. Settu hérna Keeson Woods í staðin fyrir Óla í byrjunarlið. Þannig að hérna, ég átti að segja þetta hátt og skýrt. Að Óli er í raun 7. maður og Woods er í byrjunarlið. Hann horfði á þetta og ok, þetta er eitt leiðilegt lið sem ég púslaði saman sem draumaliði. Já, ég myndi ekki segja þetta sé mest sexy lið sem ég sé, sko. En eru það alveg fínir? Market value Callum Lawson eftir sísón. Þú tókst nú titil með honum. Já. Er market value hans ekki aðeins búið að minka eftir veturinn eða? Og síðustu 2 vetra? Jú. Kom hvað til Keflavíkur? Já. Kom í mölbrot í Keflavíkurlið og breytti engu. Breytti engu og átti stingur að þennan milli í blöðu svona, sko. Já. Það gera líka þegar við unnum fannstmanni 21, þá var hann komið leikirinn á milli sem hann var bara alveg bless, sko. Já. En hvað lækkar hann sig ekki bara aðeins og heldur áfram hjá Finni Frey og Val og vinum sínum Gamla og... bandið bara... Sko, Já, ég tímabil persónulega viðbót. myndi ekki rísa hann. Ekki ég. Myndu ekki rísa hann í Val? Jó, Ég- ég myndi ekki alltaf ég. taka henni í val. Ég meina þeir sóttu hérna Umulan Kana en Griffins og sóttu þeir Lazar Nikolic. Hann tekur bara Þú svo... veist, þeir eru ekkert eitthvað, þegar þeir hafa sótt gaurar sem hafa ekkert verið hérna áður, þá er það nú ekkert eitthvað glæsilegt, sko. Nei, bara frekar. Nei, hann er svona alveg yfir pari með meðal bossmann Valsara, sko. Einmitt. Kann að losa hann. það er bara- ég bara- Sækja oft bara Hann er bara gull miðað við hérna, sko. Já, algjör að rullu spilara. Já, það er alveg rétt, sko. Var ekki einhver gaur líka í vetur sem að var svo bara losaður, einhver bossmann? Losu Kanan. Ég man ekki með, það er losa bósmann, nei. Nei, ég Man það ekki. sverða Hann er alltaf mjög var einhver, óeftirminnilegur, já. var ekki einhver króati þarna? Bara einhver skeggjaði, jú, ég sverða, það var einhver Ég man það ekki. einhver umurlegur gaur að sveifla einhverju handklæng. Djöð þarf ég að tjekka á þessu eftir þátt og finna út úr þessu. Heyrðu, hérna, er þetta ekki bara eitthvað svona 8. sætis lið eða? Jú. Ég veit það ekki. Það er alveg, Mirza er góður, Leimanis getur verið mjög góður. Svo bara er alltaf spurning, Hilmar er ennþá svona, maður er að vonast eftir hann. Mér finnst það bara svo fyndið. Þetta er bara eitthvað, Ég sendi á Davíð Eld, gefðu mér draumalið Keflvíkings og hann sendi mér þetta og ég bara svona, Hann er náttúrulega... er þetta margt? Nei, þetta er bara káeringurinn, taking it a piss, sko. Já. Held ég. Ég myndi alltaf vilja hafa Hilmar bara í tvistinum, sko. Nú getur Tom Sleimanis pointað. Já, þeir reyndar myndu vera flotti saman, þeir tveir. Hilmar er bestur sem pocket. Æ, ég veit ekki. Hendum okkur þá í næsta lið, það eru bara 2 eftir held ég. Og þetta er frá okkar manni Bobo Dan. Hann ætla líka að sæna Tom Sleimanis. Menn eru hrifnir af honum, strákar. Já, verið Já, stöða. ég var svakalega hrifinn á hann. Hann heldur Hákoni í byrjunarliðinu.
hann sænar Dwayne Lothier sem er lausan samning. Það er nú einn af þessum bitum sem ég held að Álftnesingar og mögulega Krókurinn og einhver svona lið fara eftir. Það sem að stingum við mest þarna er að hann vill ekki rísæna Falko. Hver? Ég held að Bobo væri mitt Falko maður, sko. Já. Ég held að hann gæti alveg verið í draumaliðinu, sko. Ty Burt, sem það maður sem Ef þið við eru að gætum að velja- spila fyrir IR. Sko, Ty Burt sem aðeins sem að Ísak Víum sótti, Já. er hann ekki bara komin í Euroleague eða eitthvað? Hann er komin eitthvað staðar eðast til Þýskalandi. Hann var, sko, þegar að kona var assaulted, þá var hann í bílnum. Þannig að hann var sem sagt meðsekur í einhverju dóti. Kanselar á Íslandi, hann kom á mjög röngum tíma, kom svona þegar að vókismin var að ná hæstu hæðum. Já, hann mætti ein með blott hár og... Og Passaðu þig. frændur Ragga með blátt og bleikt hár í Breiðholti rákan, þetta er 2-3 leiki. Já, þetta er bara, Og kortið setna var hann bara komin í Bundeslíguna, sko. já, þetta er bara líka tíkkunuðu alveg harkalega út fyrir sig, sko. Já. Hann var ekkert eðlilega góður, ég man að þeir við unnuð hann að Ricciotti Fótiósliðið og eitthvað svona og hann var bara, þú veist, pakkaði þeim saman undir körfunni og setti þrista hinum megin og svo bara fekk Ísak Víum þær fréttir að það þyrfti að losa hana því að það væri verið að kvarta. Þetta er mesta hvað ef season sem ég spila. Ef við haldi honum. Varstu í liðinu? Já. Þú varst í liðinu? Ég ætla ekki að minnast að ég falli mér, en ég gerði það. En þetta er mesta hvað ef þessi gaur hefði fengið að vera með okkur. Var hann ekki alveg góður eða? Jú, hann var bara, hann gæti gert allt. Já. En Bobo ánæði með hann að setja hann. Var ekki bónusspjall sem Hann rakan? var alvöru redemption tímabil. Nei, það var nefnilega, minnir sko að hitinn hafi ekkert verið, allavega, þú veist, það var ekkert í almennum fjölmiðlum, eitthvað rosalega Var ekki meira bara einhverjir, þú veist, að pressa á stjórnýr eða eitthvað? Bara, já. Ég held ég er yfirildi við blaðamann Vísis. Ventið þú? Já. Það var eitthvað, við fannst hann eitthvað ósangjart við okkur hann. Hvaða blaðamaður var það? Hringdur í hann bara... Ef ekki að nafngreina hann eða? Jú, ég var alveg til að nafngreina undir muna hvað hann heitir, en fótbolþjálfari í Danmörk held ég þetta. Minni mig. Er hann alveg trösti? Já. Já. Hvað hérna Klónaras? Hann svona Hann gekk hér, veitur. byrjaði hægt og svo var hann geggjaður. Eða ekki? Hann var Einhvern veginn. bestur hjá hann á tímabilið þarna. Mate Kavas er ekki þarna, menn svona voru einhvern veginn, eitthvað svona, hann olli eitthvað smá vonbrigðum, hann Hann kom líka seint inn, bjuggust við meira. byggustu meira. Svo setti maður sjálfsögðu Tómas Orri úr akademíunni minni. Það væri erfitt að vinna þetta lið. Þetta væri hörku fokkin lið. Já, það er mjög gott lið. Heyrðu, Líka ok, skrýtið að en Bobo þeir eru sé alltaf að fá ekki Ty Burt því hann er einhvers staðar í Er ekki Euroleague. mjög skrítið að Bobo sé ekki með Ragga að inni? Hann vill ekki sjá hans það. Hann er grindvíkingur. Nei, er hann ekki bara, þú veist, hann er ekki veruleika fyrstur. Hann veit að það er ekki eftir að sækja menn sem taka titil einhvers staðar í liði sem að tapar 3-0 fyrir sama liði. Þetta er draumalið, sko, þetta er ekki... Þetta er draumalið, hendum okkur í næsta draumalið og ég held að það sé draumalið hans manna. Lestu bara upp draumaliðið. Kári Jónsson, Bragi Guðmunds, Kane, Markif Morris, Sembúl. Ég reynda vildi hana Kenneth Lofton Jr. Já, það væri rosalegt líka. En þar eru við komnir bara í gauðra sem Hann var- er að sækja bara kannski í kringum $1,000,000. Já, Kenneth Lofton. Já, og bara Markif Morris. Nei, Markif, ChatGPT sagði með Markif Morris. He could go overseas. Já, til Íslands bara. Já. Hvað, á Krókin Samkvæmt eða... ChatGPT. Ég grunda ekki. Heyrðu, Það er ekki alltaf að Til marka Grindavíkur. sem þetta ChatGPT segir. Hann þú getur getur farið í- alveg rifist við gerfugreindina. Hann getur farið í lónið og Ég er svona. alveg til í það, en... Er Markif Morris á samning núna? Staðar? Nei, en ég bara svona meðveikur sem er einmitt bara spila Alvöru ferill. alvöru ferill í NBA. Bara meira en Hvað alvöru heldur þú að hann nenni að, þú veist, Er ekki 2-3 ár síðan eða? það er enginn að fara að borga um $100,000 á Markið mánuði, sem skilur er við. með meiri NBA-feril en Parkour. Já, já. En er ekki Markif Morris búinn að vera samningslaus í nokkur ár? Ég þekki ekki alveg hans samningsstöðu. Hann vill En bara testa svona að fara í þessi lónið og prófíll. svona. Hann væri frábær en forsir í þessu liði. Þetta er draumaleg mann, draumaleg mann. Ég skil alveg að hann sé Hann þetta, sko. setti ég- hann, Kenneth Lofton Jr. Hann setti Kana í fjarkan. Af því hann er búinn að sæna Kára í point guard. Við erum bara að sjá, skilur hans samningsstöðu og hans fjárhagsstöðu bara, ég skil ekki af hann að þennan að koma til Íslands. Nei, Sækir heldur ekki elsta Gummarsson bróður heim. allavega ekki byrjanlið.
Ég meina Raggi Braga er í þessu liði, skilur við Mortensen er í þessu liði, Óli Óla er í þessu liði, þetta er byrjunarliðið. Hann sagði bara fjarka Kana að því að Kári kemur að pointa, skilur við, og ég bara fór og athuga bara hvaða leikmenn er hægt að sækja og þetta er ekki að vera þessi gaur, það er bara alvöru Kani, svona NBA Kani, þetta er svona hæsta, skilur við, þetta er fara á blaðsíðu 30, skilur við, og taka einhvern gaur. Þetta er að vera með NBA leikmann í Kana. Þú ert bara bæinn. Það var lið að taka titilinn frekar auðveldlega á Sauðakrók og ég sá mann sem að ég þjálfaði í Hamri í æfingaleikjum spila þennan leik sem ég held að væri hættu fyrir 10 árum í Nökkva. Þannig að ég er bara búinn að sjá að það er allt hægt ef þú sækir NBA-leikmann. Það er bara stærsti prófætti sem er komið hérna er bara hefur átt besta leikinn sem hefur verið spilaður hérna. Það er það sem er gangi núna. Já, og þannig að þú veist, ef ég á fullt af peningum, þá er ég að fara að gera það saman. Já, það er bara, skilur við þetta mikið að þið. Ég skil þig. En ef við ætlum að fá Morris og það Raggi eitthvað að semja niður fyrir sig. Já. Nú er ég að fá í eyruna klukkan 10 og það er næsta útsending að byrja hérna á karvan.is. Já. Djó, við erum aðeins lengi og viljum. Já, ok. En við erum samt að fara að loka þessu. Var þetta ekki síðasta myndin Einar? Var ekki eitthvað svona hot takes eða eitthvað slúður eða eitthvað svona með? Já, jú, ég ætla að enda þetta á bara svona í raun. Hvað segir? Já, sko, ég er með nokkra fregnir sem ég ætla að koma með og svo ætla ég líka að gá hverjir eru búin að senda okkur skilaboð til þess að fá inneignir. Fá við að velja eða ef það eru nóg mörg skilaboð þar að segja? Ég er allavega búin að fá hérna að Dwayne Lothier, hann er að semja í IR. Ég er búin að fá það. Já. Þannig að við skulum bara gefa þeim einstakling 100 € eftir til dæmis. Áður en ég les fleiri upp, þá hérna er ég með nokkur. Sko, ég er með Sigvald Eggerts í Þór Þólasöfn. Já. Sem var mjög gott fyrst þetta sæn. Já. Bara mjög gott. Ég er með Hjalta Vilhjáms að taka við Akranes. Já. Hvað finnst okkur um það? Ekki bara fínt fyrir báða aðeila einhvern veginn? Jú, mjög fínt. Hjalti getur svolítið svona komið svolítið pressulös þannig séð í þetta sísón og byrja svolítið bara á núlbúti. En ég meina, er það samt ekki, þú veist, það er alveg pressa í að bara fara upp og semja við Gaukur Súlsson. Þetta er þannig í fyrstu held í ár að það eru hart barist. Hún verður alltaf sterk í ár. Það verður hart barist, þetta verður svolítið svoleiðis. Þetta er hot. Í að Þór Blikar. Já, Haukar. Haukarnir. Þeir eru alltaf þarna. Þeir eru alltaf þarna, já. Þannig að það eru pressa, en jú. Og ég lesa næsta. Ekkert ekki sens bara. Milkar. Næsta sem ég fæ hérna sent er að Halldór Garðar er að fara í Grindavík. Ég var búinn að heyra þetta líka. Já, maður búinn að heyra hvíslaði með þetta eitthvað. En hvað er mikið til í Það eru allir á leiði til Grindavíkur núna. Það er svo gaman að vinna að það langar öllum að fara í fucking Grindavík. Yngvi Guðmunds, Bragi Guðmunds, Halldór Garðar, Markif Morris. The word is out. Kári Jónsson. Kári. Já, þetta verður umræðan næstu mánuði. Já. Svo sæna kannski einn eða eitthvað. Já, þeir styrkja þetta svona eitthvað. Hérna, fara næsta. Eru þið með eitthvað skúp eða? Emil Barja í Stjörnuna. Já, ég ætla að segja, næsta skúp er náttúrulega Emil Barja í Stjörnuna sem þjálfari og þetta fór alveg frekar hátt í dag og í gær og það eru nokkri sem eru að senda mér þetta hérna live, Emil Barja, þeir fá nú ekki allir inn eitt og þeir skúpi Emil Barja í Stjörnuna. Já, hringja live og spurja hann. Ég hef nú haldið að Steinar þetta staðfyrsta þetta enn í kvöld. Ég hringja Ég er ekki svona alltaf því að Það gera. verður mjög glaður með það að fá það símtal. Ég bauði nú með þáttinn, tilkynna sem þjálfari Stjörnuna, hann sagði þetta er ekki frágengið, hættu að tala við mér. Hérna, Ægir áfram í Stjörnunni, fekk ég líka, sent núna. Maður nú heyrst að tala um að hann var fyrir Álftanes. Já, það var búið að orða hann svolítið við Álftanes, þannig að þetta er svona, það er alveg skúpa hans í áfram þar. Er það púl frá Emil þá, að hann sé að koma? Er það kannski ástæðan fyrir Emil að koma? Ég veit það ekki. Emil er náttúrulega vanur að þjálfa kvennalið þar sem allir vilja saman í liði. Já, þeir eru bara saman í... Honum líkt að fara og þjálfa Ægi vinsinn. Þeir eru bara saman í yngirlandsliðum og maður veit alveg að þeir eru svona bara ágætisfélagar. Hvað var ég með meira? Ég fekk hérna sent líka að hann yrði áfram í Þorlákshöfn
Evrópukallinn sem átti nú leik og leik. Linaras. Látt sem hann var sennaður. Nei, ekki Stóri var sennaður. Lanaras. Er það hinn? Já, Sem var bestur eiginlega. já. Að Lanaras verði áfram í Þorlákshöfn líka. Það var mjög Ég stærst. fikk það sent. Það var alveg stærsta sæni hjá so far. Já. Við erum með stóra En voru þeir Sigvalda, búin að sækja Linaras einn og þarna? Kana. Hvað séu? Voru ekki búin að rísa hann eitthvað einn? Stóra kallinn, Djordi. Já, já. Hann var fín. Þeir verða með hörku fóknilið, sko. Þeir Lanaras fara upp aftur. var langt bestur hann fannst mjög sko. One and done. Þeir eru með Sigvalda, Lanaras og Djordi Þeir þurfu og ekki. eiga inni Kana. Eða, veist, svo er bara dabbið þarna Þeir og geta Ísak sótt Alexander Veigar og hérna annan og haft á inn á sko. Segi það nú ekki. Það fyrir ekki. Af því að ég held bara að Skaginn verði með hörkulið. Já, örgulega líka. Hérna ég fekk hérna Styrmi Jónasson að fara eitthvað? Hefur fengið eitthvað nei, svoleiðis? hann verður áfram Hugi Hallgríms er að fara í Njarðvík. Já, Það er vist klárt. hann er komið með eitthvað konu inn í eitthvað eitthvað leika. Já, þau eru víst eitthvað búin að rífast eitthvað. Hver er? Raggi, ert þú ekki með eitthvað skúp? Ekkert meira sem þú ert búin að segja þetta. Þetta er allt sem ég hef heyrt, sko. Nefnir Sigtryggur Rafa þarna. Já, Sigtryggur Arnar í Álftanes. Já, Þannig að þetta er svona það sem er að fara að gerast. Hvað er þá eftir í þjálfara kaphalnum ef að Hjalti er komið með Skagan, Ilja eða Lilja, Omratsen eða hvað hann heitir er komið með Þorlákshöfn. Hvað alltaf Pétur? Er enginn að eitthvað að kroppa í hann? Pétur Ingvars. Nei, Pétur Sig. Pétur Sig, jú, það var Orðað orðað kvennalið- Grindavík kvenna. Já, já. Þú ánægði með það sem Grindvíkingur? Nei. Akkur? Ég veit ekki, bara er það ekki. Nei, ok. vil Lalli ekki Legit. Nei, Lalli er hættur. Svipaði leikmenn líka. Hvert myndir þú vilja fá sem þjálfari Grindavíkur kvenna? Ég veit það ekki. Myndir þú vilja fá mig sem þjálfari Grindavíkur kvenna? Já, Já, takk. Myndir þú vera aðstæðþjálfari minn? nei, ég held að myndi ekki henda vel. Ok. Ekki þjálfarlega, bara ekki með eitthvað kvennalið þarna. Ég held að Nei. við myndum vera fljótir með að spila bara einhvern úr buxum. Nei, það er líka ekki. Matti er ekki með þetta jafna að gefa sem hvernig Nei, það það má ekki, þú myndir gjamma þér einu sinni, þá eru þeir bara rekin. Tekur ekki bara... En hver tekur við Haukum kvenna þá, Steinar? Það er bara góð spurning. Er það Hörður Unnsteins? Það getur vel verið. Er hann ekki bara lagt inn á skrifstofu KKÍ? Er hann að þjálfa yngri flokka í stjórnunni eða eitthvað? Það eru yngri flokkarnir. En nú er ég með spurningu fyrir ykkur, bara svona áður en að hérna, við bara kveðjum í dag. Ég með nokkur spurningar. Raggi, hvert fyrir Ísak Víum? Spurning 1. Spurning 2. Hvert fyrir Lalli Jóns ef að Emil Barja tekur við stjórnunni? Og 3. Hver tekur við stjórnunni ef það er ekki Emil Barja eða Lalli Jóns? Þú mátt svara fyrsta. Hvert fyrir Ísak Víum? Já. Ekki. Kemur hann heim? Bara ekki, hann bara fer ekki. Ég veit það ekki. Hvað ætti Ísak Víum að gera? Ég var til í að, ég held búin að segja þetta við hann hvort þeir. Ég held til að fara í topplið Ástu og þau? vera með eitthvað þar. En mér finnst Hér á Íslandi? Það var átt að vera mitt svar. Það veist, ef hann ætlar að koma heim, þá var ég til í það. Tekur ekki þá bara Helgi Magg við stjörnunni og Ísak verður aðstæðþjálfari hjá Jóa? Það ætla ekki að fara að gerast. Hvað finnst hann ekki gaman bara að vera hann í útlöndum? Það er mjög gaman í útlandi. Er það ekki? Já, þú veist. Ég vona að finnst það ennþá gaman. Þá ætti hann bara að gera það, já. Já, bara svo Kitty Páls, bara að njóta þess að æfintýra staðins. Já. Hvað var spurning 2? Hvert fyrir Lalli Jóns? Er hann að fara í bæjarstjórn eða er hann að fara að taka við einhverju lið? Hann er alltaf að fara ekki í fulla vinnu held ég sem Nei. í bæjarstjórnina. Þú veist, hann verður örugglega ekki bæjarstjóri. Ef hann tekur ekki við stjórnunni, er þá eitthvað annað gigg eitthvað laust eða? Já, ég er lust ennþá. Er Hjalti búinn að sæna eða? Ég ætla bara að fakta Hjalla. Fylkir eru lausir. Já. Spennandi verkefni. Skulum ekki ræða þá hér. Hefur Lalli Jóns þjálfar hvenna áður? Ég man ekki eftir því allavega. Ég held að hann sé ekki að fara að gera það. En ef ég hef verið stjarnan, þá hefði hann verið mitt fyrsta símdal. Á undan þínum hann Emil Barja? Mitt fyrsta, já. Ok. Og það er bara út af aldrei fyrir störfum, skilur við. Já, hann er með titil og mörg ár og eitthvað. Prúin Ég var, Fjellsamt, skil. já, hann, Þú veist, skipti það bara engu máli eða? Hann var bara ekki með gott lið, skilur við. Ha, hann setti það fókinn saman. ég var til í að sjá Lalla í ykkur góðu lið og En þetta var þá ekki hann dýri bara Já, kannski ég aðeins svo líka, lengi ég með bara er að segja, ég bara þú segi, skil- skil, ég Þetta bara var að vera á ekki dýri móti. gauðra sem var með, skilur við. Ég veit Að mér ekki hvað fannst. það kost. Ég veit Svo ekki með hvað það ferðla sem skoða, ég held að það sé ekki dýrir.
Þetta kostar allt sitt, en þeir eru ekki með mörg önnurlið, skilur. Nei. Hann var ekki með eitthvað svona afgerandi Íslendinga sem hefur með í Styrmi eða Tómasi eða einhverjum öðrum, skilur. Hann með Ísak Purdue og... Skarphéðinn Árna, hann veit ekki að segja hann ragga. Já, til dæmis. Klúraði því. Fór frekar í fyrstu deildarleikmenn og það sem að ég lærði á mínum stutaþjálfaraferli er að Sama og Rúna Kristins og Greg Reiter lærði hjá KR. Ef þú sænar of marga fyrstu deildarleikmenn þá ertu með fyrstu deildarlið. Já, það er rétt. Og það er bara nákvæmlega það sem að gerist í Hafnarfirði og það er það sem að gerist núna í Þorlákshöfn. Já. Síðasta spurning, hver tekur við Stjörnunni ef það er ekki þessi tveir? Hvað er meira? Ingi Þór náttúrulega er þarna. Ingi Þór búinn segja nei. Þurfa ekki bara að fara eitthvað erlendis þó. Það hefur einhvern veginn ekkert oft. Sko, og þá ætla ég að koma að mínum manni, hvenær fær Ísrael Martin eitthvað gig? En ekki með kvennalið Tindastóls. Eitthvað, þú veist, ok, hvenær, hann er alltaf að sækjast eftir einhverju. Hann er bara fullt af giggum. Hann er búin að vera í Íslandi í 10 ára eða meira eða eitthvað. Já, en hann kemur hingað sem sko bara fyrir þjálfari Bakken Bears, eða ekki? Eða eitthvað gott liðið Danmörku. Vann titil. Hann tekur fyrir finals með 4+1 lið Tindastóls. Vinnu bikarinn. Er rasismi í þessu landi? Gagvart þjálfurum eins og mér? Hann fór í Hauka og náttúrulega í Hauka og gjössalega lortaði upp á bara. Já. Veitu hvað var þetta Haukar af tókan Sindra? Sko, hvað sér, svo tók hann Sindra. Hann tók Hauka á kaffsildiðin með fínt lið, skilur. Já, ég meina, þú veist. Hann var með Kára Jóns, hann var með Hjálp. Lali Jóns kaffsildi, Þór Þórlarsson í vetur, ég get lofa þér, hann er bara topp 2 á öllum listum og meðan, þú veist. Þú ert ekki með 1 sigurleik. Ísrael Martin er ekki 5 á 5 á æfingum síðustu ár, sko. Þú ert ekki með 1 sigurleik með Kára Jóns í liðinu í Íslandi, sko. Með sömu útlendingu öllum. Það er bara miklu meira vesen að vera með erlendan þjálfara sem kannski er ekki auðveldara er ekki bara erfitt. Er ekki auðveldara að pull the trigger eins og með Króatan á Tindastól líka? Auðveldara að reka útlending? Hann var náttúrulega bara keksruglaður bara. En jú, þetta er auðveldara. Hefur þú spilað fyrir útlenskan þjálfari? Nei. Væri það öðruvísi ef útlendingur myndi hringja þig? Já, ég er að tala ensku en ekki íslensku. Nei, ég held að það sé alveg svolítið rétt. Ég held að stjórnir séu kannski líka, þú veist, það er svona þú veist, þú þolir ekki einhvern veginn hvað er hann að fara að rekrúta, skilur. Já. En þú veist, Þorlákshöfn er að gera það núna. Hann kann kannski með eitthvað púla því hann leit vel út af hliðin á Balla og eitthvað. Já, og fær vel meðmæli frá Balla. Ekki mammars formaður. Ég svona spurt hann og hvernig hann Svo náttúrulega er þetta í fyrstu deild og þá, þú veist, einhvern veginn komin með... Já, svona fær að byrja eins og rólegri, svona þannig séð. Það er ekki sama umfjöllun og allt, skilur. Erum við með eitthvað meira breaking news? Ekki í top of my head. Ok. Ég er bara til að heyra eitthvað svo slúðri sem er í Instagram-inu. Ég nenni ekki að vera að opna síman hérna endalaust eins og einhver auðli. Ok. Og ég kíkja á eitt í viðbót og ég lesa upp einhverja þvælu við það. Erum við stuðið fyrir einhverja þvælu? Það er að ég er stuðið fyrir svona áðurinn. Eitt viðbót fyrir heim. Þetta er gott TV, gott útvarp. Ég segja Cotton í Hauka. Þetta skilur hundar. Það var alveg þess virði að taka eitt. Það er Cotton í Hauka. Ísak Víum að taka við Skallagrím. Þú veist, nú eru menn bara farnir að fíblast. Það er samt ekki alltaf ræði kall eða það var hinn alltaf ekki halda áfram. Æsa Cotton í Hauka. Arnar Guðjóns að taka við Sindra. Á hverju vildi Raggi Braga ekki fara í Stjörnuna fyrir tímabilið? Svaraði því. Gísli Hals er að fara í Stjörnuna, þú veist, við erum bara komnir þangað, sko. Menn er að fiska. Ok, hér er eitthvað. Mikael Máni verður aðstoðarþjálfari hjá Balla á Álftanesi. Herru, ég er búinn að vera að hugsa. Það er gott. Mér finnst það geggjað. Já, Mikael Máni verður aðstoðarþjálfari Balla. Þessi far klárlega, Nei, hann er að segja, segið ykkur Arnar er að fara í Höfn. Já. Nei, ég veit það ekki. Það er ekki verið gert, held ég. Held ég, maður veit aldrei. Sati út og Kúre í staðan fyrir Mortensen í Grindavík. Það var nú einhver umræð um það í vetur. Ágætis kól. Hvað segir þú, manni? Það var einhver umræð um það í vetur. Grindavík ætlaði að reyna að bæta honum við. Já. Hvað erum við meira? Síðasti? Það var alltaf auka teiklingastarinn í klefanum. Kom mjög rugglir. Viltu svara þessu Raggi að nú ferð? Akkur þú vildir ekki fara í Stjörnuna fyrir tímabilið?
Nei, Nei, hann vil ekki það er svara engin ástæða. Herri, já, við fengum svona þvæli hérna í endan, viljið meira? Nei, Steinar er farin að fara yfir strikið. Ég er líka bara orðin orðlaus eftir þetta koddan til Hauka. Ég er ekki komist yfir það, sko. Það er líka comeback í Hauka, sko. Hann hefur verið það áður, hjá mann. Ég fekk reynda líka sendt Colin Pryor í Haukum. Ringja í þetta. En ég var búinn að heyra það líka frá öðrum. Colin Pryor væri bara búinn að sæna í Haukum. Bæði fekk ég það sendt frá Selfishing núna. Sparkar Haukum úr úrslutakeppninni. Það er svo semja við það. Þetta er svona okkar, svona, við sækjum það sem að henda okkur út. Já. En býr hann ekki á Selfossi samt bara og... Við kannski vinnur hann í Reykjavík. Hann vinnur í Reykjavík. sportstæri. Ertu ekki alltaf að lofa Milka í Hauka? Milka er off. Er það off? Já. Nei, hann kemur líka. Heyrðu, þetta var góð þvæla í lokin og það má samt senda mér meiri þvælu. Ég er samt alveg að koma með nógu marga vinnara en ef einhver kemur með eitthvað sem að toppar þessa þvælu og sendir Instagram skilabóð þá hver veit að mann fái 100 eurur. Raggi, gangi þér vel og takk kærlega fyrir að koma þrátt fyrir að hafa svona fengið skít í þessum þætti af og til í vetur og stundum yfirleitt óverskuldað. Við náttúrulega runguðum hvað mest í síðasta þætti sem að koma aldrei inn. Strákar, ég þakka ykkur líka fyrir. Þetta var fyrsti þátturinn okkar eftir að við förum úr Myntkaup Arena og yfir í þetta stúdíó. Það er spurning hvort að þeir verði ekki bara með okkur á næsta ári og þetta verði Myntkaup stúdíó. Það væri gaman. Það verða einhverjir þvæli þættir í sumar þar sem við tölum nákvæmlega ekki neitt. Verða pop-up þættir. Það verða pop-up þættir. En annars sjáumst við örugglega bara svona í september eða eitthvað. Takk kærlega fyrir veturinn. Já. Hvað eru kveðja? Svo ég auðvitað sig Tomma við mig líka, þá var hann að fara að vera með logo of Sindra eða ekki, höfnvöndaverði. Jú, það er á laugardaginn næsta. Hvernig voru á Egilsstöðum? Það var bara mjög... Kveðja svo kemur. Ný umræða sko. Mjög gaman á Egilsstöðum og ég verð spennt fyrir að sjá hvað þeir ætla að gera á næsta tímabili. Þeir eru náttúrulega orðnir íslenskir. Nemanja, David og... Trotter, mögulega. Já. Nei, þeir ætla að halda Trotter held ég, en einhverju 3 alvöru erlendir leikmenn sænaðir þarna. Það verður alvöru reynsla í Já, og nú á bara aldrei að fara aftur niður. Fékkst ekki fullt af hverju góðu svona slúðri og skemmtilegu og eitthvað? Nei, bara þetta. Þú veist, nú er það að fara upp og það verður- ætla aldrei aftur niður. Aldrei aftur niður. Skilurðu? Já. Það er ekki þetta eitt uppi, eitt niðri sem svona hefur tíðkast alltaf. Það kostar. Og svo bara, já, Höfn á laugardaginn, hlakka mikið til. Það er að keyra, Já, ég þarf að keyra nefnilega. það er að gista. Ég byrði að helsa bróa Ég mín. ætla að gista. Já, Við ég munum mun hvernig skila það fór því. síðast þegar þú gistir á Höfn. Mikil Ertu mistari. einn að skemmta Það var bara mjög vel. eða ertu að taka... Já, ég veit er að ekki þú svona bara, með það? Nei, ég er einn núna. Þú ert einn. þú ert bara svo mikill kóngur þegar þú ferð svona út á land sko, og farið þér í glas með frikka bíst og einhverjum svona gaurum, Já, skilur. já. Ég vil bara fá mikið myndefni. Ég segi það, þetta, ég er náttúrulega bara að fara þarna einmitt út af Hvítholti. Það verður gaman að hitta alla þessa stráka Þetta er svolítið, og einmitt skála við þá. já, óskaðan til hamingju. En þú veist, það er þetta munur. Tindastóll, Grindavík, þá var ég með Gunnar Birgis og Naflan með mér, þú veist, þessi hverju kíkinu. En Höttur og Sindri, þá er ég bara eitt, sko. Þau hafa ekki efni á því að vera að segja hérna. Þetta er svolítið meira, Ég bara- ég- þetta er svolítið raunverulegra. Já, tölvört. Herri, takk fyrir það og það má þá bara Takk fyrir veturinn. taka okkur úr live áður en einhver segir eitthvað mjög óviðið heldur að það sé búið að slösta. Steinar startar eitthvað annar umræð. Strákar, please ekki segja neitt ógeðslegt fyrir að það er búið að segja This morning, Yeah, you got yourself, yeah, yeah, yeah. got yourself.